Já, komið sæl og verið velkomin aftur. Ég held að það sé sniðugt fyrir okkur eftir þessa litlu tæknilegu örðuleika að við tökum bara rönnið aftur og við skulum bara líta strax aftur á stigatöfluna núna fyrir umferðina, þriðju umferð G-verk deildarinnar. Þórsararnir eru á toppnum með 4 stig en leikjatalan vitlaus, hún á að vera +6 og 3-5-4 eiga að vera með +4, ekki +3. En samt sem áður 4 stig á bæði liðin. Dusty þar á hælum með 2 stig, 1 leikur unnur, 1 tapaður. En Ómon síðan í 4. sæti einnig með 2 stig og Stjarnan og Ravík á botninum með 0 stig. Núna í dag eru við að fara að sjá lið mætast og fyrsti leikur núna í dag Ravík á móti Þór. Skulum líta hins vegar á restina af dagskránni. Einmitt Ravík Þór núna eftir örskamma stund og Dusty Stjarnan þar á eftir. Seinasti leikur 3-5-4 Ómon. Fyrstu 2 leikinir mætti segja að væru svona pínu Davíð og Golíath hugsun. Þar sem að við erum með bæði botliðin á móti toppliðum hérna. Dusty náttúrulega þó séu ekki í öðru sæti eru mjög sterkir og hafa sýnt góða takta núna síðastliðið. Töpuðu hins vegar seinastu helgi fyrir 3-5-4 en skulum hins vegar bara demba okkur strax í að fara yfir lið Ravíks. Þar eru Tony, Maka og Danslan og alfarinn sem super sub. Einmitt eins og ég sagði nú áðan fyrir ykkur, fyrir fantasy fólkið okkar þá ég mætti búast í Tony, Maka, Danslan en náttúrulega búið að loka fyrir allt. En dálítið gaman að fara yfir það að Ravík með, þú veist, þeir verja rosalega mikið, þannig að ef fólk með þá í vörninni, svona eins og Tony eða Maka, jáfnvel með þess að Danslan í vörninni, þá það rosalega sterkt. Síðan eru á Þórsararnu okkar sigur sælustu núna þetta tímabil, Steb, Bjarni, Emilvald og Paxól. Það kemur náttúrulega engum á óvart að Þórsararnir séu sigur sælastir hérna núna þetta tímabil. Þeir hafa tapað 1 leik í seinasta móti og í deildinni 1 leik í viðureign. Það ekki auðvelt en það var á móti 3-4 í stórmeistaramótinu núna í mars. En þeir, þú veist, fyrir fantasíð þeir eru með 27 mörk og 23 assist, 17 saves. Þú veist, þú getur sett Þórsleikmann hvert sem og hann bara að fara að gera það sem að þarf að gera til að bara hvar sem á vellinum, en gott að hafa þá framalega á vellinum og já, þú veist, flest allir, ég fór aðeins yfir fantasíliði núna í dag og flest allir eru með Þórsara og ég tók eftir að í topp 3 liðunum eru með 3 leikmenn sem eru í þessum 3 liðum. Þú með Bjarna, þú með Emilvald og þú með Úsik frá Dusty. Þannig að það eru flest allir að velja þessa 3 leikmenn, allavega í þessum topp 3. Ég skoðaði nú ekki meir en það og skrifaði niður hjá mér, en ef þú vilt deila þínu liði, bara skelltu í Twitch-chati og þú veist, bara gaman að sjá hvað aðrir eru að púlla út. Ég, fyrir núna þessa deild núna, þá hendi ég í Steb frammi með Vano líka og síðan Bjarna og Dan inn á miðju og Daxa og Tony í vörnina. Ég held að Daxa og Tony að sé sofið á þeim. Ég meina, þú veist, Tony búinn að standa sér sjúklega vel núna síðustu 2 umferðir og ég býst ekki við neinu öðru frá honum í dag. Þannig að það verður bara gaman að sjá. Ég held að við séum að bíða núna eftir Maka. Hann ekki alveg mættur á svæðið. En þú veist, ef við erum að fara yfir stöts hjá leikmönnum, þú veist, eins og ég meina, þú veist, ef við erum að fara eins yfir Tóna til dæmis. Ég talaði við leikmenn núna fyrir þessa viðureign og ég talaði við Tóna
og fann út úr því frá honum að skemmtilegasta mekanik sem að hann kann flip reset musty. Ef hann kemst í færi sem hann getur gert það, þá hann að fara að henda í það. Þannig að, þú veist, kannski fá að sjá einhverja loftfimleika í honum í dag, en þú veist, ég stór efa það þegar að þú ert með einhvern veginn svo Þórsarna á móti þér, þá rosalega erfitt að komast úr vörninni og gera eitthvað sterkt, út af að Þórsarnir, þeir liggja svo hart á þér. Ég meina, þú ert með Emil Vald, Bjarna og Step. Það ekkert auðvelt að komast í gegnum þetta tríó, og það bara það ekkert lið sem að getur það einmitt. Og já, ég held að það sé sniðugt á með að við bíðum eftir Maka. Við hendum bara í örstutt hlé á með að við bíðum eftir Maka og sjáum aðeins bara hvað setur. Sjáumst eftir örskamma stund. Býttu hann að skipta akrein? Já, komið sæl aftur og við erum ennþá að bíða eftir Maka, leikmanni Ravík, til að bara koma. En þeir hafa núna 4 mínútur í viðbót, 3,5 það bil, til að fá Maka inn áður en þetta verður forfeit, og þá þurfum við bara að sjá hvort að, þú veist, hvað gerist. Vondi svaraði þetta spurninginu þinni Dusty Fan, en þá myndum við sjá bara hvort að við flýtum ekki bara fyrir leikjum og eitthvað þannig, hvort að liðin sé ekki bara tilbúin í það. En á meðan þá get ég nú tala aðeins við ykkur og gefa ykkur smá skemmtilega facts, út að ég talaði náttúrulega við leikmennina fyrir leik og fekk til dæmis upp úr Step hvað honum hefur fundist erfiðasta mekanik til að læra sem hann svona kann eiginlega, sem að það að honum fannst erfiðast að læra flip resets. En samkvæmt honum þá, þú veist, hann kann það ekki alveg upp á 100%, en eins og hann sagði við mig
það þurfa ekki öll skot að lenda upp í top left corneri því mark er mark. Það er bara þannig. Þannig að það er, þú veist, það er gaman að þessu, þú veist, það er ekki allir svona mechanically hæfir eins og við myndum kalla það, svona tæknilega hæfir í loftinu eða á jörðinni, en eins og Step, hann er samt svo solid leikmaður. Hann er alltaf þarna, hann getur gert þessa loftfimlinga eins og við viljum kalla þá og gert flotta og skemmtilega hluti og sérstaklega með leikmenn eins og Bjarna og Emivald með sér að ef hann kemur boltanum fyrir miðju í loftið þá getur hann alltaf búist við Bjarna eða Emivald upp í loftinu. Ég talaði hins vegar líka við Emivald fyrir leik til að finna, tala eins við hann og kynnast honum, þú veist, að vita hvað lið honum finnst erfiðast að brjóta niður þá upp á vörnina að gera og eitthvað þannig. Og sagði hann við mig að 3-4 væru einn af þeir erfiðustu og sérstaklega þegar þeir eru kannski ekki alveg upp á sitt besta Þórsararnir svona dagsbundið form eins og í Rocket League, bara eins og í öðrum íþróttum eins og fótbolta og handbolta, ef að hausinn og andli parturinn er ekki tilbúinn þá er rosalega erfitt að gera eitthvað sniðugt og ef þú missir hausinn í Rocket League þá er það rosalega erfitt en þess vegna bjóðum við upp á til dæmis þegar að fólki, þú veist, segjum að liðið á móti eru búið að taka inn á 2 leiki, þú hefur timeout. Taka timeoutið, það er jú 1 mínúta til að aðeins koma ykkur saman sem lið og reyna að sjá hvað er í gangi. En ég talaði aðeins meira við Emil, lendi á smá spjalli við hann og fekk að vita hvað uppáhalds gameótið hans væri og mér langar að vita hvort þið heima sem sitið séu sammála þessu en honum finnst skemmtilegast að spila rangt í twos. Ég skil það fullkomlega, það er ótrúlega gaman í twos en hins vegar upp á síðkastið þá hefur minn nýja gameótið Force, 4 manna gameótið sem var að koma út núna með þessu nýja seasoni í Rocket League verið bara mjög gaman. Það er gaman að geta verið með fleiri leikmönnum og prófa og gera. Þannig að, og líka stærri völlur, það er jú, ef þið laga aðeins gameótið, eins og Porsas sagði við mig. Ég talaði við Porsas leikmann Stjörnunar líka fyrir þetta og hann sagði að, út að ég spurði hann út í þetta Force gameót hvað honum fyndist þar sem að hann væri rosalega reyndur í Rocket League að sjá hvað honum fannst og honum finnst það, jú, konceptið mjög skemmtilegt, flott að hafa þessi boost, auka boost og allt þannig á veggjónum og stærri völlur, en það þarf að laga eins vellina til að sjá aðeins betur loftið og laga aðeins til. En ég skil svo sem hins vegar að uppáhalds keppnisformat Emilvald er 3 og það er bara ótrúlega skemmtilegt. Og Hoops, segir Dusty Fan, geggjað, ég elska Hoops, ég sjálfur, mér finnst dropshot, hear me out, áður en þið farið að brjálast í chatinu, dropshot er rosalega skemmtilegt. Já, Viktor, við erum að fara að detta í leik, það er smástund í okkur, við erum bara að detta í það núna, fáum hérna leikfangana og skulum bara fara að demba okkur í þetta og sjáum hvort að Ravík geta fundið sína fyrstu sigra í leikjum núna í dag eða hvort að þetta verði hinn eini sanni sópur Þórsarana. Við skulum sjá hvað gerist. Nokkri fantasy leikmenn á vellinum fyrir Dusty Fan. Auðvitað, þetta er góður dagur til að vera með gott lið inn á vellinum í fantasy en við fáum Dansland, Tony, Maka inn fyrir Ravík, Emivald, Bjarna, Step fyrir Þórsarana og leikurinn er hafinn með Ravík upp í loftinu, Maka flott vitti á móti Step, Emivald núna fullt hús upp í loftið, nær hérna að komast niður, Dansland gerir þetta vel. Bjarni hérna sýnir flotta hæfileika á hliðarveggnum, Step núna með skot, Dansland lítið búst hérna bakvið, nær komið sér upp á hliðarvegginn en þá ekkert búst, lítið búst hérna fyrir Ravíkmenn í vörninni, Bjarni í loftinu, flott 50, núna Step upp á móti Maka, Maka á undan, Emilvald 1 til varna núna, Tony reynir að finna Maka, Maka aftur og Tony, boltinn rétt svo fram hjá Maka,
Stef núna með fast skot og þarna erum við að tala saman. Þórsarar finna fyrsta mark leiksins. Skemmtileg tilraun hérna hjá Ravík sem hins vegar það verður að nýta þetta því Þórsararnir eru svo góðir í að refsa. 1-0 fyrir Þórsurum. Dansla núna reynir að komast fram hjá Stef, nær því ekki. Núna Tóni á undan Bjarna. Emil Vald nær snertingunni núna til að leysa smá pressu frá Ravíkmönnum. Núna hættuleg pressa, hættuleg skot og annað mark. Þórsara finnur markið. 2-0 Þórsarar, rétt rúmlega 2 mínútur búin að spila. Skemmtilegt skotanni á Stef, notar þakki á bílnum til að komast að markinu þarna. Sjáum að Ravík geta fundið einhver svör við þessu á móti Þórsörunum. Það væri svo stórt fyrir Ravíkmenn að finna 1 leik í dag. Það væri svo mikilvægt fyrir þá. Maka núna bakkar ekkert búst. Stef stilur bústinu og fer tilbaka. Gefur Emil Vald tækifæri í að mæta þessu. Maka inn á miðju, Danslan og Tóni ekki tilbúin í þetta. Danslan flott 50 á móti Stef á miðjunni. Núna Emil Vald hoppar sig upp í hornið, ætlar að fara í þetta sjálfur, flott skot, Tóni ver þetta, núna Stef með skotið, sá sem er með Stef frammi í fantasy-liðinu sínu er himinlifandi heima hjá sér núna. Frábært spil hérna hjá Þórsörunum. Danslan aðeins og seinni hérna bolta, en þarna þurfti skotnýtingin að vera góð þó að Stef sagði áðan að öll skot þurfa ekki að fara upp í top left. Þá þurfti þetta svo sannarlega að fara þangað. Núna Þórsarar aftur með pressuna, Tóni ver þetta upp í loftið, Emil Vald fer hann í tvísmelluna, hann nær flipri settinu og núna Bjarni finnur marki í þetta skipti. 4-0 fyrir Þórsurum. Þetta byrjar ekki vel fyrir Ravíkmenn. Stöngininn líka. Ravík núna þurfa aðeins að koma sér niður og bara finna sig sjálfan, spila saman, ekki missa boltan svona fljótt frá sér og gefa ekki Þórsunum tíma. Mikilvægt fyrir Ravíkmenn að gefa þeim ekki tíma. Tóni núna nær að komast í veg fyrir skoti á Emil Vald. Maka núna vill komast í skyndisókna. Emil Vald fær bústi, sendir á Danslan. Danslan með skoti, Emil Vald nær að verja upp. Núna skyndisóknin frá Þórsunum. Stef inn á miðju, Maka er 1 til varnar, flott 50 á móti Stef. Emil Vald missir rétt svo á boltan manna til að ná tvísmellinu, hættulegu bolti inn á miðju. Stef setur þetta á bakvegginn, Tóni er tilbúinn í það. Núna tekur þessu rólega, kannski aðeins of rólega núna. Emil Vald missir á boltan, Danslan skildi svona. Stef hættulegu bolti inn á miðju, Bjarni kemur þessu á hliðavegginn, reynir að finna Emil Vald, nær því ekki, heldur áfram sjálfur, finnur Emil Vald, núna er bömpaður af sínum eigin liðsfélaga. 3 á móti 1, Stef 1 til varnar, gerir þetta vel. Núna Danslan kemst ekki fram hjá Stef aftur. Tóni fjær ekki bústið sitt þarna í horninu, tekur þetta af dönslunni þarna. Bjarni hoppar svo hátt upp fyrir Emil Vald. Núna Emil Vald með flippið, hann notar það ekki, sendingin á Stef í bakvegginn núna á Bjarna. Sending yfir á Emil Vald, Emil Vald aftur í bakvegginn, núna Stef nær ekki skoti á markið en heldur boltanum á vallarhelming Ravíks. Ravík núna liggja í vörninni, hættulegu bolti og Emil Vald tilbúinn í þetta. Ef ekki Emil Vald, hver annar? Ekki mikið sem að Bjarni gat annað gert þarna heldur hann að skella honum í þakið og þar er okkar besti Emil Vald. 5-0 fyrir Þórsurum í þessum fyrsta leik og þetta er hunguróður fyrir Ravík. En bara leikur 1 af 5, þannig að við sjáum hvort það er. Ef þeir finna mark núna þá væri dálítið gaman að sjá hvað þeir gera í næsta leik. Skemmtileg tilraun hérna Emil Vald og Bjarna að reyna að klemma hann. Maka missir á hennu núna. Stef getur að fundi annað mark. Sláinn, ekki farið inn, Tóni ver þetta út nær hreinsunni og Emil Vald núna með flippið vel mætt þarna hjá Tóna.
Step upp í loftið, missir af boltanum hana, Bjarni nær einni snertingu, Emil Vald aftastu flott uppi hjá Danslands, hittar pressun á Þórsarana. Núna þurfa Ravikmenn að færa sig framar til að reyna að halda pressu. Emil Vald bömpaður en hann nær samt til boltans, ekkert búst, núna skotið, sláin út. Dansland nær hreinsa í burtu. Bjarni fljótur að mæta til að ná pressunni aftur, Tóni skellur sér hátt hinum meginn á vallarhelmingi sinn, Maka þar og finnur Tóna aftur. Núna Emil Vald með fullt búst upp í loftið, Maka fljótur að mæta, Step heldur pressunni, Dansland neglur honum fram, Bjarni í loftinu, kemur sér niður bara, Dansland hættileg sendingin á miðju, Maka er ekki hraðari en Emil Vald. Emil Vald núna í mösti, tvísmelluna nærði ekki, Tóni kemur svo út til hliðar, fast skot frá Step í slána og út, Bjarni núna með tvísmelluna, já, hann klárar þetta, auðvitað 6-0 fyrir Þórsurum. Ravík klárlega búinn að tapa hérna fyrsta leik, en þessi viðureign ekki búin. Við getum alveg haft það á hreinu, viðureignin ekki búin. Þetta bara fyrsti leikur, allt getur gerst. Emil Vald, hvað gerir hann? Tóni ver þetta frábærlega, Dansland núna geta þeir fundið eitthvað, Ravikmenn bara smá finna eitthvað, nei, Emil Vald næra tvísmellunni, Maka tilbúin á bakveggunum. Hvaðan kom Emil Vald? Ég veit það ekki, Dansland hreinsar þetta á Maka, Maka nær hann haldir svo lífi, já, boltinn á lífi, hann fær bústið, núna skotið, Bjarni missir á hennu, Tóni aðeins of graður í þennan bolta og nær ekki alveg, núna grafíkinn tilbúin, Tóni hana 434 stig, þrjú skot, þetta ekki 3 vörslur? Ég ætla að segja að þetta séu 3 vörslur en ekki 3 skot miðað við hvað í gangi á grafíkinni. En ég meina já, ég held að allt sé búið að færast 1 niður. Já, það er eitthvað undarlegt við þetta. Út af ég held það, nei, byrju. Stigin eru á þessu. Já, heyrðu, anyways, ég meina Bjarni hérna með 595 stig, þannig að, þú veist, já, hérna Tóni voru geggjuð kaup. Daxi segir að Ravík tekur næsta leik, já, ég skal segja það, Ravík tekur næsta leik, þú veist, ég skal taka undir það, hérna á forboðna musturinu, þú veist, hérna getur allt gerst, það er alltaf gaman að fara hérna á forboðna musturið og sjá hvað gerist. Hérna fáum við mér þessa tónlistina, þetta er allt að koma saman með nýja útsendingarstjórnum, þetta verður frábært. Sjáum hvort að þeir geti fundið hérna Ravíkmenn í leik 2, smá glufu í Þórsunum. Núna Þórsar að byrja með pressuna. Step upp í loftið, Tóni ekki, Emil Vald tíma en að sendingin niður á Bjarna. Frábær spil hérna, hvar Ravíkmenn? Það vantaði alla ákefni hérna í Ravíksstrákana. Emil Vald bara fær allan tíman á bakveggnum og Dansland flippar í vitlausa átt þarna og missir af þessu. Tók Þórsarana 15 sekúndur að skora þessu, en Þórsararnir eru svona heilt yfir með 27 mörk yfir þetta tímabil og þar af markahæstur hjá þeim Bjarni. Já, var það ekki Bjarni? Mér minnir það. Anyways, það Bjarni eða Emil Vald, þeir eru báðir mjög hátt uppi í þessu og gera svo vel í því. Núna Ravíkmenn undir mikilli pressu frá Þórsörunum. Hættulegur bolti hérna fyrir fram að markið, þeir missa af þessu. Núna boltinn hátt upp í lofti, Emil Vald í loftinu núna með sendinguna niður, nærði ekki alveg. Maka reynir að klemma þetta út, nærði ekki, Step heldur pressunni, boltinn hérna lekur fyrir fram að markið og Ravíkmönnum, þeir sleppa með skrekkinn. Dansland núna vill svara og komið svo inn í hættuleg bolti. Emil Vald gerir vel, Maka gerir ennþá betur, boltinn ennþá Þórsar megin. Geta Ravíkmenn fundið eitthvað núna? Tóni reynir að koma sér fyrir, Emil Vald
pínu undarlegur. Tóni orðinn fysikal hérna, nær bömpinu á Emil Vald. Hvar er Danslan? Það er enginn að fylgja þessu. Núna skotið. Það er framhjá hjá Emil Vald, en þeir leysa pressuna frá Ravikmenn núna. Emil reyndir bömpið, Maka nær vörslunni hérna út og fylgja boltanum. Boppar sig upp fyrir sjálfan sig, en Emil Vald nær þessu bolta, tekur þetta upp hliðarvegginn. Reynir að finna liðsfélag á miðjunni. Danslan vel mætti og honum þarna. Tóni núna með skotið. Bjarni verða út, þetta er ekki búið. Núna skyndisóknin fyrir Þórsara. Danslan fær 100 bústið á miðjunni. Hvað gerir hann? Hann reynir að feika Bjarna en hann nærði ekki. Bjarni inn á miðju. Aðeins og fast fyrir Emil Vald. Step núna. Reynir að koma sér inn á miðju. Nærði ekki. Jú, hann nærði því sko. Hvernig læt ég? Auðvitað er Emil Vald tilbúinn í þessa sendingu. Sjáum þetta hérna aftur. Step hérna, sendingunum niður á Emil Vald. Frábærlega að spila hjá Þórsarunum. Tvö 0 fyrir Þórsarunum og rétt rúmlega hálfleikur komið núna. Bjarni uppi núna í loftinu. Hvað gerir hann? Danslan missir aðeins af boltanum þarna. Með stjórnarboltanum vill gera vel, nær hérna yfir Stef. Bjarni kemur svo út til hliðar. Maka á undan í boltan á móti. Hanna, vel gert fyrir Stef. Tóni núna reynir að finna liðsfélag. Tóni og Danslan undir eitthvað saman, en að lítið búst fyrir Ravikmenn. Maka eini með búst var upp í loftinu. Danslan núna með skotið. Emil Vald kemst í veg fyrir það. Núna þeir fóru báðir í bömpi á Bjarna og hvorugur náði í. Hættulegt núna fyrir Ravikmenn. Þórsarar með skyndisóknina. Bjarni á Emil Vald, það er bara á Tóna. Tóni yfir á dönsluna. Stef kemst í veg fyrir þetta. Núna Maka í loftinu í vörninni. Hættulegu bolti hérna fyrir framann núna. Emil Vald nær ekki skotinu alveg eins og hann vildi og Danslan verður þetta út, en pressan er ekki búinn. Danslan nær hins þetta út til hliðar. Það er Bjarni með sendingunni hérna á miðju. Tóni neglir sér fram á Maka. Það er bara Emil Vald sem að finna upp Stef hérna. En Stef missir á boltanum. Danslan upp í loftið á móti Emil Vald. Emil Vald nær að gera þetta vel, kemst fram hjá honum, fær flippi í loftinu, flær möstíið nær skotinu, en Tóni verður þetta út til hliðar. Stef núna með sendinguna inn á miðju á Emil Vald. Emil Vald með tvísmelluna, hættulegu bolti núna inn á miðju og Bjarni skorar. Hann heldur áfram að skora, þessi marka kóngur sem Bjarni er. Emil Vald bara kemur öllum þessu boltum einhvern veginn inn á miðju fyrir Þórsarana til að nýta og það gengur bara 3-0 fyrir Þórsarum. Þetta lítur aðeins betur út hjá Ravikmönnum, þessi leikur 2, en þú verður að skora mörk. Verður að skora mörk. Núna Bjarni skemmtilegu skoti sem var aðeins á laust, en Emil Vald núna reynir að nýta þetta. Stef hittir ekki ramman. Maka nær að hreinsa þetta út til hliðar. Bjarni mætur þessu fljótt. Tóni lítið búst, er aftastur. Núna Emil Vald chippar þessu, vippar þessu hérna yfir og sláinn inn. 4-0 Þórsararnir vippan hérna yfir Tóna og dönsluna og sláinn inn hjá Emil Vald. Það er gaman af þessu að sjá þetta. Fínt kick-off fyrir Ravikmenn, geta nýtt þetta. Bjarni nær klemmunni, klemmir hreinsunni hérna út. Maka tími og búst, getur kannski gert eitthvað skemmtilegt við þetta. Nær flippinu, nær ekki fram í Emil Vald. Núna Stef setur þetta hátt upp, það er Fossinn kannski, nei, en Bjarni með skoti. Danslan við þetta upp. Maka hreinsar þetta út til hliðar á dönsluna, það er bara Stef. Tóni núna reynir að finna dönsluna á hliðarveggnum, nærði ekki. Emil Vald vippar þessu hérna yfir, en Danslan tilbúinn í það. Núna Stef á móti Tóna, reyndi sendinguna hérna inn á miðju. Stef nærði ekki. Emil Vald hættulegu bolti hérna fyrir Stef með skotið, ekki alveg nægilega gott. Bjarni nær að taka boltan af dönslunni, getur hann gert eitthvað við þetta? Nei, boltinn hangir hérna fyrir framann hjá Ravikmönnum. Núna Emil Vald, geta þér fundið hérna eitt annað mark, væri skemmtilegt fyrir fantasy-deildina. Bjarni nær hann skotinu, er Stef að fara að stela þessu? Stef, varð hann þetta? Náði hann að hægja á boltanum hana, varð hann þetta frá Bjarna? Ég þarf að fá endursýningu á þessu. Þetta var rosalegt. Núna Tóni ekki alveg á
á öllu eins og hann var núna seinast með engar vörslur. Ég vil benda á það að við þurfum að hugsa upp einn. Við þurfum bara að hugsa upp einn, þannig að bústi þarna niðri hjá yfir á vallar, tortimingar hérna annars staðar. Ég meina við sjáum hérna, þetta eru 12 tortimingar hjá Þórsarum. Ravik bara ekkert inn á vellinum þegar Þórsararnir að fara, þeir eru með 12 skot, eina tortimingu. Ég ruglaði sjálfa með hana á meðan ég var útskýrta fyrir ykkur en við sjáum samt, það eru 5 vörslur hjá Ravikmönnum og það bara svo lítið sem maður getur gert á móti svona sterku liði eins og Þórsurum. En Tóni getur gert betur, það er rétt hjá Dusty Fan, það er rétt. Það geta allir gert betur, lagt meira á sig, lagt meiri tíma í leikinn. Það er allt mögulegt og kannski, bara kannski geta þeir fundið einn sigur hérna. Byrja á einu sigri, sjá hvort þú nærð öðrum eftir það en leikur 3 hafinn 2-0 í viðureigninni fyrir Þórsurum og Ravikmenn byrja hérna vel. Núna boltinn í höndum hjá Bjarna, kemst hérna fram hjá Maka, finnur Step með sendinguna á Emil Tóni, verið þetta og Step kemur svo til hliðar á sjálfan sig, Tóni upp á móti Step. Tóni missir að þessu, boltinn að leika inn? Maka varði þetta með stönginan og klemmir þetta út, Emil Vald núna fær flippið úr tvísmellu loftinu. Skemmtilegasta hreyfing sem ég sé þetta skella boltanum, klemman hjá Ravikmönnum, leysir pressuna en að senda boltanana í loftið og fá flipprisettið úr því bara eitt af fallegasta sem ég veit núna. Ravikmenn vilja finna eitthvað, Emil Vald poppar sig yfir Tóni hérna, hættulegt, boltinn, stöngin inn og Þórsarar finna fyrsta marki eftir ringulreið Ravikmönnum. Tóni aðeins og framalega. Núna Emil Vald leysir pressuna vel, kemur sér fram hjá einum Maka. Næri ekki að koma sér undir Step, poppar sér hátt, Tóni kemur sér upp, þar er Emil Vald með flippið, hann notaði það held ég strax hann Step með fast skot, Emil Vald með bumpið, núna Bjarni, hann missir á boltanum, Dansland, já, Ravikmenn finna mark hérna eftir að Bjarni var aðeins og fljótur af sér, Tóni hann kemur sér yfir hann og Dansland tilbúinn frammi og 1-1, þeir fundu mark. Núna geta þeir gert eitthvað við þetta. Maka kemur boltanum fram, Bjarni bumpaður á Maka, Step þarf að koma til bjargar. Núna Dansland kemur fram hjá Step, Emil Vald kemur svo hérna, leysir pressuna, missir á boltanum Bjarni. Kemur Þórsurum aftur hérna í sókn, gerir þetta vel hann Tóni að koma svo tilbaka og hann mættur aftur. Maka núna móti Emil Vald, setur þetta hátt upp, Dansland í loftinu, kemur það í hornið sitt. Núna skemmtilega skot, Tóni tilbúinn í tortiminguna á dönsluna þarna. Dansland fær flippið úr loftinu, kemst ekki fram hjá Bjarna. Maka upp á móti Step, gerir þetta vel, nær klemmunni í horni á Þórsunum. Emil Vald setur þetta vekki, nærir sig á sjálfan sig, heldur áfram hérna og tortimingin frá Tóna gerir vel. Hvað gerðist þarna? Ég veit ekki hvað gerðist. Sjáum hérna, Emil Vald einhvern veginn klemmir þetta og Tóni nær hreinsunin en Dansland hoppar sér beint í Bjarna. Og þetta er örugglega eitt mesta klúður mark. Þeir voru að gera vel, Ravikmenn náðu að halda sig núna aftur tilbaka, verður þeir að finna mark. Þeir gætu gert það hérna, já, þeir svara strax. Hvílíkt mark hérna frá þeim. Tóni nær hérna klemmunni fram hjá Step með Bjarna. Maka, frábær nýting á þessu, skemmtilegt mark. 2-2 í leik 3.
Geta Ravíkmenn náð að toppa hérna Goliath til að koma einum leik á skrána hjá sér, komast hérna yfir Emerald Step, klemmuna með dönslinn, lítið búst hjá Þórsurum. Emerald nær að hreinsta út til hliðar en með lítið búst sjálfur nær sendingunni inn á Bjarna. Bjarni missir á boltanu, núna Maka situr þetta í horni hjá sér. Bjarni nýbúinn að stela bústinu, Step kemur sér inn, reynir að koma sér inn á miðjun, þar er Maka. Bjarni núna heldur pressinu áfram, feikar fyrir Emerald. Maka kemur sér til hliðar, Step situr þetta í hornið, Maka hreinsar þetta aftur og Bjarni fær 100 bústi, poppar sér hátt upp fyrir liðsfélaga en það er bara engin danslan, vill finna tóna í horninu. Step nær hann tvísmellunni, já tvísmellan inn á miðju, Emerald nær ekki að klára danslan, núna verður að fljótur í boltan og undan Bjarna nær því. Step heldur pressinu áfram, Bjarni 100 búst, nær hann klemmuskotinu, nei, Maka nær að komast til hliðar, það er bara Emerald með búst, með tíma, með skoti, Tóni verður þetta út í slána, núna Ravíkmenn undir mikill pressu, Step missir á hennu, boltinn liggur í lausu lofti fyrir fram á markið, þeir komast í burtu með þetta. Maka neglir sig fram, Emerald nær hann sækóinu, nei, hann er ekki nógu klikkaður í það. Bjarni vill finna Emerald, ná því, Step á miðjunni, núna Tóni leysir pressuna, núna geta fundið þetta, núna skotið frá dönslunni, það er hátt, það er yfir Emerald, núna Maka feikar þetta og poppar sig upp fyrir Tóna, það er bara Step með fast skot, danslan tilbúin tilbaka, núna Bjarni í loftinu, vill koma sér fyrir, Maka gerir vel, tekur tíma, er með tíma, nær ekki flippinu í burtu, Tóni setja yfir Step, Step missir á bömpunu, Emerald nær góðu feiki á Tóna, lítið búst fyrir Ravíkmenn núna í sókninni. Maka er aftastur, nær hann að hreinsta, já, fær bústið sitt líka. Emerald með tvísmelluna á þakið, klemman, þeir ná að klemma þetta út, Ravíkmenn hjá dönslunni. Step með búst upp í lofti á móti tveim, núna danslan einn eftir, klemman á Bjarna, þvílíkt spil hjá Þórsurum til að finna markið loksins. Tóni og Maka fara saman í þetta en Bjarni tilbúin í þessa klemmu. Þetta var, vá, fallegt. Ravík þurfa að svara strax, nei. Þarna gæti þetta verið naglinn í skúffuna. Leiðilegt fyrir Ravíkmenn, búin að standa sig ótrúlega vel hérna í leik 3 og geta kannski, það er ennþá möguleiki. Þetta er ekki búið. Það er aldrei neitt búið. Núna Tóni á dönsluna, það er bara Bjarni. Nei, Bjarni núna í loftið, finnur Step, Step niður, Tóni verið þetta til hliðar, en þetta er búið. Þeir fundu 2 mörk, Ravíkmenn í þessari viðureign og gera vel. Tóni 610 stig, meira heldur að hver annar á vellinum. Meira heldur liðsfélaginn síni næstu í samanlagt. Hann er með 5 vörslur, hann Tóni. Hann er með 5 vörslur. Sá sem er með hann í vörðinni hjá sér er himinlifandi. Hann er örugglega búinn að poppa einu Red Bull og Pringles dós fyrir þetta. En fara núna Þórsararnir sigursælir heim, ennþá ósigraðir í viðureignunum og geta tekið þetta. En ég ætla ekki að taka neitt frá Ravíkmönnum, þeir stóðu sig sjúklega vel til að reyna að finna eitthvað, fundu 2 mörk þarna, Tóni með 5 vörslur haldandi liðinu á floti og en eins og með stjörnuna seinustu helgi, þá var það bara ekki alveg nóg að einn leikmaður var með allt á herðum sér, heldur þarf allt liðið að standa sig on point ef þú ætlar að vinna Þórsarana. En skulum líta á næsta leik á dagskrá, en það er örugglega einn mikilvægasti leikurinn núna í dag að mínu mati, en það er Dusty á móti stjörnunni. Núna er það stórt tækifæri fyrir stjörnuna að reyna að finna sigurjafnvel. Ég ætla að segja það, þeir geta fundið sigur hérna. Ég er tilbúin í underdog sögu dagsins og það er stjarnan á móti Dusty. En skulum líta á Dusty liðið, það skipar af Vatima, Crypto, Usyk og Bins. Og það verður líklega line-upið, Vatima, Crypto, Usyk. Usyk búinn að vera varnartröll með Vatima, þó
að Vatima hafi skorað þetta eina sjálfsmark sem að kostaði þeim sigurinn bara viðuregnina á móti 3-4, þá var hann svo sterkur og ég held að við munum hins vegar fá bara sóknar Usyk í dag. Hann verður svo graður í boltan að skjóta að ég held að þetta verði, og ef að Tony var að standa sér vel, þá held ég að Usyk verði alveg á point. En skulum líta á stjörnuna, Smári 28, Daxi, Porsas og Skjaldbaka. Þetta lið, þeir voru ekki með Porsas á móti Þór, en mér skjáttlast ekki núna seinustu helgi. Þannig að vera núna með Porsas, þetta verður sjúkur leikur og ég býð bara eftir að fá að vita hvort að þetta verður tilbúið, en þið sem eruð í Twitch-stjátinu hérna, þið geti kosið, ég vil fá að sjá millumerki DI, millumerki STJ til að fá að vita hvað þið haldið og mér langar bara að fá að vita hvað þið haldið svo ég geti svona aðeins, ég er bara að fara yfir núna hvað ég held að muni gerast og ég er búinn að segja það. Stjarnan er að fara að taka þetta. Þið heyrðu það hér fyrst og það verður bara þannig. Stjarnan tekur þetta 3-2. I'm telling you. Það er bara þannig. Daxi búinn að vera svo on point núna síðastliðna daga. Vatima, þú veist, hann var ótrúlega sterkur núna seinustu helgi og það verður bara svo gaman að sjá þetta. Ég meina Dusty sem eru, þú veist, þeir eru ekki alveg rosalega sóknarsinnaðir. Crypto, getur alveg náð einhverju skemmtilegu, en mér finnst bara, ég meina þegar við erum með Ravik sem eru með fleiri saves heldur en Stjarnan heldur en Ravik. Sko, Stjarnan er með 38 vörslur í þessum tveim sunnudögum sem við erum búin að spila. Og þú veist, þeir eru með 6 mörk, en þetta eru kannski skoraða tímið sem að skorar, en þeir eru með svo marga vörslu, vörnin er svo mikið on point hjá þeim, að ef að vörnin er svona góð, ef að hver og einn er með 4-3 saves, er það ekki bara, þá þarf það að skora minna, heldur að Dusty. En Dusty hins vegar, eftir að ég lá yfir þessu núna, í morgun, þá eru þeir samt sko, þetta er svona solid all-round lið. Þeir eru, með hærra defensive stat, þeir eru frekar defensive lið. Þannig að, en þeir eru ekki alveg jafn sterkir sóknarlega og Þór á 3-4 til dæmis. Þeir eru ekki alveg jafn sterkir og það. Þó að sko 3-4 eru, þú veist, þeir eru svo, með bara svo sterkt bak. Varnar bakið á 3-4, bara það er varnartröll deildarinnar 3-4, en ég ætla að segja að Stjarnan sé á eftir því. Þannig að ég sá að þið voru ekki alveg sammála mér, þegar fleiri halda að það verði Dusty, svona 6-7% af ykkur héldu það, en já, þetta verður gaman að sjá hvaða lið við fáum frá Stjörnunni. Við erum ekki búin að fá sama liðið alltaf, en það verður svo gaman að sjá þetta. Fyrsti leikur þessara tveggja liða. Þetta er pínu að duga eða drepast fyrir Stjörnuna, hvort að þeir vilji halda sér í umræðinni þú veist, 3.-4. sætið. Kannski geta þeir fundið glufuna á móti Dusty, en fyrir Dusty fáið Usyk, Crypto, Vatima, og Stjörnuna fáið Porsas, Daxa og Smári kemur fram hjá Usyk. Núna Crypto fer illa með Daxa og illa með Porsas. Smári einn á móti Crypto fer undir, sláinn út. Daxi verið þetta út síðan. Usyk í loftinu, fer í þakið. Smári fljótur, gefur honum ekki tíma. Vatima!
Tony. Nei, Vatti, ég var að tala hvað væri svo mikið varnartröll. En núna, þú veist... Vatti, ekki gera mér þetta. Stjarnan 1-0 yfir eftir rétt rúma 30 sekúndur spili eftir sjálfsmark frá Vattima. Hann ekki búinn að gleyma því frá því í seinustu viðureign. Núna Krypto í loftinu með flippið. Nær hann öðru? Nei. Porsas skellur svo á hliðarvegginn. Úsik syrtur þetta á Krypto. Krypto niður á Vatti. Vatti ekki alveg tilbúinn í þetta. Tekur bústið af Smára. Smári fylgjur sér eftir. Núna Vatti poppar sig upp. Daxi nær að komast í veg fyrir boltan. Hættulegu bolti núna fyrir Úsik. Nær að hreins þetta út til hliðar. Tortím af Porsas. Vattima upp í lofti vill reyna að borga tilbaka eftir þetta sjálfsmark. Úsik heldur pressunni. Núna Daxi gerir vel. Vatti ekki nægilega gott skot. Sendingin á Úsik skemmtileg. Porsas flott 50. Núna allir Dustymenn og framalega skemmtileg 50 hjá Daxa. Porsas kemur hann til bjargar. Pressan á Dustymenn. Núna geta Stjarnan haldið í. Smári í loftinu. Kemst fram hjá einum. Krypto og Úsik hjálpast að við þetta. Porsas upp á móti Krypto. Krypto hefur betur. Vattima nær hins þetta lengra. Núna sendingin fyrir. Smári nær ekki nægilega góður hinsun. Úsik kemst í veg fyrir það. Krypto með skotið. Daxi nær ekki í boltan og þessi rúllar næstu í inn. Dusty ná að svara 1-1. Rétt rúmlega 3 mínútur eftir að þessum leik. Og núna jafnt. En þetta boðar gott. Ef að Vatti heldur þessu áfram þá gæti þetta bara verið sigur fyrir Stjörnuna. Núna hættulegur bolti. Úsik nær að hrinsta út til hliðar. Smári poppar sig út á Porsas. Núna hættulegur bolti. Vattima kemur sér fram. Nær að fylgja boltanum. Nær flippinu. Daxi hrinsar þetta út á hins vegar Krypto. Krypto með tvísmelluna. Lága tvísmellu. En hún er nógu góð. Daxi bara poppar sér bara beint á Krypto og hver var það? Var það Porsas eða Smári sem að tekur dífuna þarna? Það er jú Smári sem að tekur dífuna þarna í staðan fyrir að vera rólegur. Núna Úsik í loftinu. Porsas nær að komast í veg fyrir að hættulegu bolti. Vattima með fast skot. Ég talaði við Vattima fyrir leik og spurði hann hvað var í svona besta með mekanikli, ekkert endilega flashy mekaniki til að kunna og það sagði hann að væri air-roll og þarna nýtti hann það vel til að ná kraftinum sem hann fær við að hitta boltan með horninu á bílnum sínum og búinn að nulla út núna þessa ostaköku sína en Dusty búinn að sína flotta yfirbyrði núna síðast liðna mínútu það bil. Vattima heldur pressunni. Porsas núna bara poppar sig út í staðan fyrir að taka stjórn á boltanum. Ég undra mig yfir þessu. Núna Smári með skot. Vattima engin ostakaka í þetta skipti en hættulegu bolti. Krypto poppar sig upp. Smári tekur þetta á hliðarvegginn á sjálfan sig. Flott 50 á móti Úsik. Porsas heldur pressunni áfram. Þessi núna reyna að koma sér fyrir. Hættulegu bolti. Smári nær ekki klemmunni inn. Og Krypto nær hins þetta út. Porsas heldur pressunni. Úsik leysir þetta tortimingin frá Porsas gæti verið mikilvæg. Lítið búst hjá Vattima. Smári missir á boltanum. Porsas reynir að finna Smára. Smári poppar sig upp en hver er næstur? Það er Daxi, situr þetta í hornið. Nær fram hjá einum með skoti. Það er, nei, er það önnur ostakaka? Hvernig er boltinn úti? Hvernig fer þetta ekki inn? En pressan ekki búinn. Vattima með skotið hérna fram. Daxi kemst fram í einum, er tortímt af Vattima. Smári á bakvegginu núna á móti Krypto. Krypto kemur sér fyrir Porsas og Smári klemman í burtu. Daxi nær hann skotinu. Nei, Úsik er mættur tilbaka til að koma þessu út. Smári heldur pressuna áfram. Skilur þetta eftir fyrir Porsas. Porsas niður á sjálfan sig, kemst fram hjá Vattima, fær bústið. Nær hann tortiminguna á Krypto. Nei, Krypto gerir þetta vel. Það blekkjað þarna Porsas. Daxi kemur sér fyrir. Úsik lítið búst. Ekkert að bústa þarna á bakvegnum. Nær að koma sér á Krypto. Krypto hreinsar þetta langt í burtu. Og Daxi sendi bara á Vattima aftur. Núna Krypto poppar sér hátt upp. Daxi með bústið en Úsik mikið fljótari í bolta, mikið ákveðnari. Smári ekkert búst nær á undan Úsik í boltan.
Forsas núna upp í lofti, tortímda Vattema, Krypto les það vel. Daxi og Smári snúa vitlaust. Daxi mætir fljótt og Smári reynir að finna Daxa en ekkert búst á Daxa. Vattema setur þetta í laust loft á Úsik. Úsik nær að framlengja á Krypto. Krypto kemur sér fyrir, núna hættulegt aftur. Við höfum séð þetta frá þeim. Núna skyndisóknin, Stjarnan, Forsas með búst, með tvísmelluna, nei! Vattema með klemmuna, Smári með fast skot. Krypto nær að verja þetta út. Daxi núna þarf að ná tvísmellunni, nær því ekki. Vattema með sendingin á Krypto. Krypto núna úr horninu hjá Stjörnunni. Smári gerir vel til að mæta honum. Úsik af hliðarveggnum, feikaður af Daxa, nei, hann nær í boltan. Forsas í loftið með búst, með flippið, notar það strax. Smári og Daxi hana saman haldast í hendur og þessi leikur rennur út í þetta skiptið og Krypto nær að setja annan í bankan fyrir fantasy fólkið sitt. 4-1 fyrir Dusty, í rauninni 5-0 ef maður vill telja markið á Vattema sem mark fyrir Dusty. Sjáum hérna aðeins Forsas og Smári sem eru að verja í markinu hjá Stjörnunni og lítið, þú veist, við sjáum samt yfir á Vallar, það pínu jafnt og skotin frekar jöfn, svona heilt yfir, þó að mörkin sýni það ekki. Smári eini sem nær að nýta þetta eina skot, Forsas nær því ekki, en Krypto með 5 skot þarna. Já, fyrirgeðu, Smári með skotin. Já, segja Tóni, það sem í gangi sem líka að rugla mig að öll stöttin eru niður stöttin eru rétt. Segja það sem í gangi, Tóni, að öll stöttin eru niður 1. Þannig að þetta rugla mig rosalega þegar ég að horfa á þetta og klárlega ykkur heima líka. En þetta verður því miður að vera svona, við fáum þetta allavega. En leikur 2 hafinn. Dusty vantar hana 1 punkt upp í grafíkina. Smári núna nær hann að koma Stjörnunni upp 1 mark strax í byrjun. Nei, Daxi missir á boltanum. Forsas núna með fast skot. Úsik pínu óþægilegur þarna, gerir vel í að leysa þetta. Smári fljótur mæta, bömpaður hann af honum. Vattema nær hinsunni út. Daxi skilur þetta eftir fyrir Forsas. Núna Úsik á Vattema. Vattema með skotið. Smári leyfir boltanum að fara í loftið, nær hann að fylgja þessu, já, fínt 50 fyrir liðsfélagana sína. Daxi missir á honum, Forsas 1 tilbaka núna, gerir vel á móti Krypto. Núna allir að drífast tilbaka hjá Dusty mönnum. Krypto, lítið búst, við sjáum það, lítið búst hjá Dusty. Hversu oft ætla ég að segja lítið búst, við skulum telja það. Núna Dusty kom þeim bústið en Forsas með fast skot, einhvern veginn endar þetta inni í þessa ringulreið, en Forsas í þakið og nær þessum kraft í boltan og Krypto ekki tilbúin í það og Stjarnan eins og áðan 1 marki yfir eftir rétt rúma mínútu, en við sáum hvernig þeim leið áðan við það Dusty fundu bara 4 til að svara því. Úsik núna reynir að koma sér inn á miðju. Vattema í loftinu, vill kannski finna Klemman hættuleg, fer að bakveggnum hjá Dusty mönnum. Núna allt opið hjá Stjörnunni. Forsas gerir vel í vörninni, nær þessu fram hjá einum, þetta stöngin, en þetta poppar upp fyrir Úsik. Smári fljótur að mæta, núna hættulegt. Vattema poppar þessu upp, ekkert sjálfsmark frá honum núna. Daxi heldur pressuna áfram. Úsik nær að komast tilbaka. Vattema nær að poppa þessu yfir Smára sem flott fyrir Dusty, leysa pressuna, ná í búst. Núna Úsik missir að þessu, Krypto poppar þessu upp. Smári reynir að leysa pressu, Vattema setur það í loftið fyrir Krypto. Krypto með skotið, Daxi ver þetta út. Smári núna fær stjórn á boltanum, tekur þetta til hliðar. Vattema fljótur að mæta en missir að þessu, vel gert hjá Smára. Vissi að myndi dífa sér í þetta en Vattema. Úsik setur þetta á miðju, Forsas upp í loftið. Vattema stjórn á boltanum, flott 50 hjá Smára. Úsik óþægilegur á stönginni þarna. Daxi gerir vel, kemur sér fyrir en engin Forsas tilbúin í þetta. Vattema núna bömpaður. Krypto með tortimingana á 1. Daxi með búst með smá tíma. Krypto þarna vitlaus megin. Daxi allt of fast hérna yfir á Forsas. Smári nær að taka bústið að Dusty mönnum.
og mæta þessu. Úsík á bakverðinum er öfugur núna, skotið frá Smára, boltinn liggur fyrir fram að marki og Dusty-mönnum, Porsas með skotið, Vatima nær hreinsunni, Smári einn tilbaka, nær að hreinsa þetta út til hliðar, Daxi ekki tilbúin í það. Núna Úsík kemur sér fyrir, hættulegu bolti, Porsas poppar sig upp á bakveginn hjá sjálfum sér, Daxi upp á móti Vatima, Vatima hefur betur, Smári nær að hreinsa þetta út, Úsík reyna að finna liðsfélaga niðri, Porsas með negluna, Krypto aðeins og framalega en ekki á markið, Krypto núna með tíma, með boost, með skotið, með möstíinn en ekki nógu fastur fyrir Smára, ekki ná boltanum, Vatima tekinn, Smári, skotið, Krypto einn tilbaka, nær vörslunni út núna og boltinn dettur fyrir fram að markið á Dusty-mönnum, Smári poppar sig upp, Vatima er að eldan heyrist mér, já, en Smári gerir vel, kemur sér fram í einum, Úsík núna poppar sig á Porsas, Porsas á hliðaveginn með á móti Vatima, gerir vel í að vera undan honum í boltan, Úsík lítið boost, flott 50 hjá Úsík, Krypto kemur hún til bjargar, núna Smári, hættulegu boltinn sem liggur í lausu lofti, vel mætt þarna hjá báðum liðum, en Stjarnan hefur betur í þessu, Daxi núna er með tækifæri, hann fær boltan aftur til síns, fer að hliðavegnum, Úsík nær að leysa þetta, fastskot frá Porsas, Vatima, hættulegu bolti, núna fyrir fram að marki og Dusty, Krypto með flippið, nær að nýta þetta, leysa pressuna, Daxi flott 50 í honum, en fer í hendur Úsíks, Úsík núna í loftinu, kemur fram hjá Porsas, Daxi með negluna fram, getur Porsas nýtt þetta, hann feikar þetta, Krypto er óþægilegur, nær vörslunni út, Smári með skoti, Krypto verður á línunni, er boltinn, Daxi fyrir ofan á hann, Krypto bömpaður á Úsík til að nýta þetta, Úsík með boost, kemur sér til hliðar, nær tvísmellunni, Krypto er frammi, nær hann skotinu, já, Porsas, lesa hann eins og opna bók, Porsas núna af hliðavegnu, Vatima, lítið boost, Smári með honum, flippið og Stjarnan 2-0 yfir 40 sekundur eftir að þessum leik og Stjarnan klárlega búinn að sýna betri takta í leik 2 heldur en Dusty-menn. Geta Dusty snúið þessum bát við núna. Allt er núna með Stjörnunni 30 sekúndur eftir. Porsas einn tilbaka á móti Vatima, lítið búst, Smári kemur hún til bjargar. Núna Úsík með tíma af hliðavegnum, nær flippunni hérna inn á miðju, Vatima er tilbúin í þetta, Daxi nær hreinsun út, lítið búst hjá Stjörnunni, Smári einu með búst, það er sendingin yfir á Úsík, Smári les hana vel og nær hreinsunni, Daxi vill vera undan Vatima, nær því ekki, Krypto með skotið, það er yfir, nær einhver að fylgja þessu, já það er Úsík og tortímingin frá Vatima þarna, þeir 7 sekúndur eftir, einsmarks munur, frábært spil hérna hjá Stjörnunni. Porsas var eini sem hefði getað gert eitthvað í þessu en tortímingin frá Vatima mikilvæg þarna, 1 mark til að komast í gullna markið, 6 sekúndur, Úsík fær boltan í hendunar á tvísmellan, það er varið út núna, Vatima heldur svo lífi, hættulegt, Smári vill bara drepa þetta, boltinn núna er í loftinu, Daxi heldur svo lífi fyrir Dusty-menn, Úsík kemur svo hliðaveginn, Krypto í loftinu, Porsas upp á mótunum, hann er með flippið, núna hann vill drepa þetta og Stjarnan finna sigur í viðureigninni, 1-1. Og fólk heima, ég leyfi mér að sletta núna, we got a game. Krypto aðna 600 stig, Porsas svo klárlega maður leiksins, 3 vörslur, 3 skot, 2 mörk. Það er bara, það gerist ekki betra þó að, þú veist, 4 vörslur frá Krypto, 3 frá Úsík, það er bara ekki nóg. Við sjáum það eru þarna, þetta eru 5 skot sem að Stjarnan hefur, nei, fyrirgefðu, það var meira. Þetta eru, skal ég segja ykkur, 10 skot hjá Stjörnunni. Það er rosaleg pressa sem að Stjarnan náði að mynda á Dusty-menn og núna leikur 3 jafnt á milli Stjörnunnar og Dusty. Núna bumpið hjá Porsas á Úsík. Smári fær boltan í hendurna, setur þetta í hotnið, það er feikið, Daxi núna með skotið, sláinn út. 2 Dusty-menn uppi, Porsas er hann á undan, já, Úsík verður þetta aftur, Smári með skotið og Stjarnan eftir 13 sekúndur að spili vinna fyrsta markið í leik 3
Er Stjarnan búin að finna gatið hjá Dusty til að sigrita eða geta Dusty snúið þessu við? Núna, þetta er bestu fréttir fyrir Dusty menn, nei, fyrir stjörnumenn, fyrir gefðu. Dusty menn eru grátandi heima núna. Usyk með sendingun á Crypto. Crypto missir á boltanum, næri ekki að fylgja þessu. Smári tekur þetta til hliðar. Móti Usyk flott 50. Vatima reynir að finna Crypto hérna hinum megin. Finnur það en lítið búst hjá honum. Skemmtileg sending á Vatima. Vatima! Frábært spil hérna á Dusty til að svara þessu strax. Núna geta Dusty menn aðeins andað hægar, lagað blóðþrýstingin hjá sér eftir þessar 30 sekúndur að spila í leik 3. 1-1. Tími núna fyrir stjörnuna. Forsas aftastur fyrir undir Usyk, nær 50 á móti Crypto. Vel gert, Smári nær hana bömpuna á Crypto. Báðir eitthvað skrýtnir í loftinu. Vatima ennþá undarlegri þarna á jörðinni. Feikar það fyrir Usyk. Núna Forsas með búst fyrir upp í loftið. Vatima missir á boltanum. Bumpið á Crypto. Crypto þurfti að hugsa allt annað en nema boltan. Smári þarna eins og blóðhundur á eftir honum. Forsas hérna í loftinu, við sjáum það. Og Crypto þurfti að bakka og keyra aftur áfram eftir blóðhundunum með Smára. 2-1 fyrir stjörnumannum. Eru þeir búnir að finna svarið? Eru við að fara að sjá fyrsta sigur stjörnunar á þessu tímabili? Eða geta Dusty menn haldið sér ennþá floti hérna? Eru undir. Crypto með sendinguna fyrir Vatima. Ég er nýbúinn að sleppa orðinu og það er bara Vatima. Frábær sendingina aftur frá Crypto. Daxi aðeins og lengi að bregðast við þessu og Forsas lítið sem hann getur gert í þessu. Býst við að Daxi sé með þetta. 2-2 og það er ekki einu sinni búin að 2 mínútur af spili í leik 3. Núna Daxi hefði ótt að skilja þetta eftir fyrir Smára en Smári nær samt skotinu. Vatima verið þetta til hliðar. Usyk nær hreinsunni. Forsas heldur pressunni fyrir stjörnuna. Usyk ekkert búst, flott 50. Daxi núna pínu Vatima nýðast hann á hennu. Smári heldur pressunni áfram, fær flippið, nær ekki skotinu en Daxi þessi stöng er svo ekki með honum í dag. Forsas heldur pressunni áfram. Vatima með fast skot. Smári að bakvænginu sínum. Tekur sér tíma, flott 50 á Usyk. Daxi kemur stjörnumönnum til varnar. Núna Vatima var á fullkomnum stað. Ég ætla að fara að halda að hann væri oframalega. Flott bump hjá Vatima og Forsas gefur Usyk tíma. Usyk mistur á flippinu. Smári með klemmuna með Usyk. Vatima ætlar að klemmuna á hliðarveggnum. Nær hann ekki alveg en boltinn í hag Dusty manna. Forsas fær þetta í hendunar. Nær fram hjá einum. Nær hann bumpuna á Usyk? Nei. En sendingin á Smára. Smári nær hann tvísmellunni? Nei. Núna Forsas með bústið. Nær fram hjá Vatima. Neglur sig fram. Usyk neglur sig tilbaka. Smári finnur hann Forsas? Nei. Forsas nær ekki snertingunni. Crypto missur á boltanu. Núna tækifæri fyrir Daxa. Vatima fljótur að slökkva á þessu. Núna boltinn fyrir fram að marki og Dusty. Usyk nær hreinsunni, nær hann að fylgja þessu. Já, flott 50 fyrir hins vegar stjörnuna. Smári í loftinu. Vatima með hreinsunna. Núna Forsas aftur upp í lofti. Smári tekur hotboostið hjá Dusty mönnum. Það hefur verið að setja alvöru pressu hérna á Dusty menna. Daxi niður. Smári fylgir þessu. Núna klemman frá Smára heldur Usyk í skefjum í smástund. Usyk inn á miðju á Vatima. Við höfum séð hann klára þetta. Hann missir á boltanum í þetta skiptið. Crypto núna missir aðeins og honum með tortin. Usyk á móti Forsas. Usyk lætur ekki feika sig þarna. Núna Usyk nær hreinsunni. Daxi vel gert hjá honum. Vatima með bumpi. Smári nær samt í boltan. Vatima setur þetta út til hliðar, fær ekki bústið. Crypto með sendinguna í hornið. Gerir vel. Smári heldur, reynir að leysa pressuna hérna. Bumpið. Þeir fara 2 stjörnumenn í þetta. Þetta getur kosta þá. Núna Vatima af hliðarvegnum. Flott 50 á honum. Nær hann tvísmellunni. Það er klemman. Crypto með skotið. Það er ekki nægilega fast. Smári í hliðarveginn á sjálfum sem nær tvísmellunni. Usyk les þetta vel. Forsas ennþá betur. Vatima setja til hliðar. Það er bara Daxi. Daxi núna getur hann loksins fundið markið í þessum leik. Nei.
Úsík í horni, Smári gerir vel í að koma til veg fyrir þetta. Úsík upp vegginn með ekkert búst, Daxi með flippið. Næra poppu svo einhvern veginn rosalega hátt fyrir Smára sem var ekki með nægilega mikið búst til að gera eitthvað við þetta. Krypto eftir sendinguna hjá Vatima, Porsas fljótur að koma í veg fyrir hana. Úsík vill finna Krypto vill finna Vatima, við sjáum þetta spil svo oft, skotið ekki nægilega fast hjá Vatima í þetta skiptið. Hann er búinn að skora tvö svona mörk, Daxi næri ekki fram hjá Vatima. Smári núna reyna að koma fram með Krypto. Dusty menn núna með pressuna á stjörnunni. Úsík nær að klára þetta. Pressan frá Dusty var alltaf að verða, þú veist, þetta var alltaf að, þeir voru að hnýta hnútinn þarna. Það tók tíma en það náðist að lokum að hnýta þennan hnút. 3-2 fyrir Dusty, 30 sekúndur eftir, þetta er ekki búið, mínir að herra. Núna Krypto á móti 2, þeir fóru 2 í þetta stjörnumenn, Bumpi og Úsík kemur ekki. Núna Porsas með bústið, tekur þetta á hliðarvegginn, hann er með smá bumpaðara Krypto boppar sig upp. Núna Krypto með fast skot í slána út. Núna Porsas ekkert búst á móti Vatima, flott 50 hjá Vatima, Daxi situr þetta út til hliðar, 4 sekúndur. Núna má boltinn ekki lenda á jörðinni fyrir stjörnumennina, Porsas heldur svo lífi. Núna Krypto með stjórn á boltanum, hvað getur hann gert? Hann feikar flippið, hann poppar sig upp og boltinn lendir og Dusty menn finna sigur í leik 3. Þetta eru svo tæpir leikir. Daxi ekki alveg með puttan á púlsinum í dag finnst mér. Ef hann nær að kveikja á sér núna, hann Daxi, þá held ég að stjarnan geti náð þessu, en lítum á Vatima. Vatima með 2 mörk, 3 vörslur en 1 skot. 200% skotnýting hjá Vatima. Þú finnur ekki betri skotnýtingu held ég, heldur en 200% skotnýtingu hjá honum. En Dusty menn, þó að stjarnan hafi fundið þessa pressu til að finna mark 2 hjá sér, þá eru Dusty menn bara jafn góðir í að setja þessa pressu á alla. Og sjáum hérna í leik 4 á Neon Tokyo hvort að stjarnan, þetta er að duga eða drepast hjá stjörnunni. Núna fengum skemmtilegt kick-off strategíu hjá stjörnunni sem að bara virkar ekki. Smári hérna reynir sendingan á Porsas en Úsík bara lesi þetta svo vel. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið strategía hjá stjörnunni eða bara mistök á kick-offinu. En 1-0, stjarnan strax komin að bakfótinn, en Smári, þetta, þeir svara strax. Bara, hérna, við gáum ykkur mark, segir stjarnan, þið gefið okkur mark í þetta skiptið. Og aftur 1-1, búið að 0-stilla þetta og 8 sekúndur búnar á þessum leik. Vatima feikar það fyrir Úsík í kick-offinu. Núna boltinn dettur niður fyrir Vatima. Smári poppar sig upp, Daxi upp á móti engum með skotið núna. Úsík nær snertingunni, Daxi tekur 100%. Smári heldur pressunni fyrir stjörnuna. Krypto nær hann að leysa þetta. Já, hann fær flippið en Porsas les þetta vel. Vatima finnur bara Daxa á hliðinni. Núna Daxi einn á móti Úsík og þarna engin stöng eða slá til að segja nei við Daxa í þetta skiptið og Daxi finnur fyrsta markið sitt í þessari viðureik og það er mikilvægt. 2-1 stjarnan. Rétt rúmar 30 sekúndur búnar á þessu leik og við erum búin að fá 3 mörk. Núna Porsas flott kick-off, Krypto nær að gera þetta vel. Smári hættulegur bolti inn á miðju, Daxi ekki með búst en er með skotið. Vatima flott hreinsun þarna í honum, Daxi lítið búst, fær búst í horninu sínu. Smári hoppar og les þetta vel, nær tvísmellunni í hornið og að koma fram með Krypto. Núna Daxi með fast skot en það er ekki á markið. Porsas á móti Vatima. Vatima kemst fram hjá honum. Núna Smári gerir sjúklega vel í vörninni. Upp hliðarvegginn, er með ekkert búst en kemur sér niður mögulega á Porsas. Nei, Krypto fer yfir Porsas. Vá! Vá! Ég vil sjá þetta aftur. Hvað gerðist við Daxa þarna?
Sjáum Kryptóina fara í loftið, Porsas aðeins og flutur á sér. Vatima með bumpið á Daxa. Dusty-menn að verða líkamlegir til að finna svörin við stjörnunni hérna. Og 2-2 allt aftur jafnt. En flott kick-off fyrir stjörnuna. Porsas nær sér fyrir á Smára og Smári slúttar þessu inn í top ins eins og maður myndi kalla þetta. Hann klárlega búinn að æfa finesse-shotið eftir að FIFA kom út núna og það nýtist greinilega í Rocket League núna 3-2 fyrir stjörnunni og það ekki eins og búinn að 2 mínútur eða meira þess að 1,5 mínúta af þessum leik og við erum búinn að fá 5 mörk. Núna Kryptó flott 50 hjá Porsas. Vatima með tíma aftast. Daxi gerir þetta vel í að mæta þessu. Núna Porsas flott tortuming á Vatima. Daxi poppar sig upp fyrir sjálfan sig, setur þetta í bakvegginn. Usyk gerir vel í að hreinsa þetta. Daxi fær 100% hjá Dusty-mönnum. Porsas setur þetta í hotnið. Usyk lítið, ekkert boost. Núna Smári setur þetta í hotnið á sjálfan sig. Kryptó gerir vel í að lesa þetta. Kryptó með tækifæri í sendinguna. Daxi vel mætti á honum. Usyk reynir að fara undir Porsas sem Porsas fer neðar. Vatima í loftinu, ekkert boost. Daxi setur þetta beint í Vatima. Kryptó reynir skoti, Porsas kemst í veg fyrir það. Kryptó núna á Vatima, Vatima með skoti. Porsas verður þetta út. Usyk af hliðavagnum. Nær tvísmellunni, flott skot tilraun. En þetta fer framhjá. Kryptó hann nógu hraður? Já, en fær ekki boostið. Lítið boost fyrir Dusty-menn. Pressan kominn. Porsas kemst frá einu. Vatima rétt núna 30 boost þarna og slútið hjá Smára. Hann eins og Step segir hann með finesse preytið og Porsas með long pass preytið. Vá. Það svo gaman að svona bolta. 4-2 fyrir stjörnunni. Þeir eru svo sannarlega búin að finna líflínuna sína núna. Ef þeir klára þetta þá erum við að fara í leik 5 ef þetta fer svona, en ennþá 2 mínútur til stefnu. Kryptó kemst ekki fram hjá Porsas. Usyk hins vegar fær boltan. Hann fær flippi úr þakinu, notar það. Núna hættuleg. Usyk hittir ekki alveg á ramman. Vatima núna reynir að halda pressunni, fær bústi. Kryptó með fast skot og Porsas missir af honum. Og Dusty-menn finna glufu í stjörnunni. Kryptó flott skot hjá honum. Fast nýtmiðað og ekki möguleiki fyrir Porsas að ná þessum bolta. Porsas núna flott touch hjá honum á móti Usyk. Flott 50. Daxi núna getur hann klárað þetta. Hann setur þetta í slána. Kryptó sendir þetta út að Smára en Vatima ver þetta út til hliðar. Daxi fekk ekki boostið, hann fær skotið. Usyk ver þetta. Tortingi frá Kryptó mikilvægt til að leysa pressuna. Porsas flott 50. Usyk í loftinu, ekkert boost. Nær skotinu, það laust. Daxi neglur sig inn á miðju. Þar Kryptó. Kryptó getur hann gert eitthvað við þetta. Nei, Daxi gerir vel. Vatima heldur pressunni fyrir Dusty-menn. Þeir verða að mynda pressu. Dusty núna neyða stjörnuna á sinn helming. Þegar gerir það ekki svona. Daxi nær hann lesa þetta. Þetta sending á Smára. Vatima verður þetta út til hliðar. Smári getur að gert eitthvað í þessu. Það skoti. Kryptó nær snertingunni út. Smári fekk ekki boostið í hotninu og Dusty þarf að bakka. Usyk allt og óþægilegur þarna með ekkert boost. Boltinn núna feikið hjá Smára. Ég held að nú hafi ekki verið viljandi, en það má vera viljandi. Smári núna feikar Kryptó. Usyk sendinginn inn á miðju. Þar Vatima en hann bakkar á móti Porsas. Porsas fyrir undir hann. Hann reynir bumpi á Kryptó, nærði ekki. Smári núna með skotið. Usyk verður þetta út til hliðar. Daxi þar. Getur hann gert eitthvað við þetta? Setur það í bakvegging. Usyk missir af honum. Kryptó setur þetta út til hliðar á Vatima. Sem tekur þetta rólega á móti Smára. Vatti fær bústi á miðinu, hoppar í þetta, en þar Kryptó þar á undan. Hættulegu boltinn núna. Daxi bumpaður. Usyk getur hann klemt þetta inn á miðju. Já, en Smári hreinsar þetta út. Vatima setur þetta á bakvegginn hjá stjörnunni. Nær klemmunni inn á miðju á Kryptó. Kryptó með fast skot. Daxi loksins. Einhver vörð búinn að myndast hjá stjörnunni og þeir stoppa þetta. En þetta ekki búið. 20 sekúndur eftir. Lítið sem ekkert búst hjá stjörnunni. Smári nær að halda svo lífi. Daxi fær bústið loksins og nær að hreinsa þetta. 13 sekúndur eftir. Núna Daxi heldur pressunni áfram. Usyk ekkert búst. Daxi kemur sér fyrir. Núna þetta að verða búið.
Porsas upp í lofti, tekur tíma, nær hann góðu 50, já hann nær að drepa þetta og Stjarnan taka leik 4. Ég veit, það er örugglega enginn annar sem hefði getað spáð þessu fyrir nema gæinn með handritið að þetta væri að fara í leik 5 í dag á milli Dusty og Stjörnunnar. Vá, Smári þarna, næstu í 600 stig, 3 mörk, 5 skot og varsla. Vá, sá sem er með Smára, sá sem setti Smára í sóknina hjá sér, er galin manneska. En vá hvað hún er fagnandi núna, ef einhver var með hann þar. En leikur 5, meistaravöllurinn og sjáum hvað gerist hérna í leik 5. Geta Stjarnan fundið fyrsta sigurinn sinn í viðureign og komist þar leiðandi á sama stað og Dusty, bara ekki leikalega séð, eða Dusty geta þær haldið sér í samræðunni fyrir annað sæti. Núna Úsik í loftinu, Smári gerir vel í að vera undan með skotið, hættilegu bolti núna, Krypto gerir vel, setur þetta í bakvengin sinn, tekur sinn tíma, klemmir þetta í burtu, Daxi heldur pressunni. Vadim og Úsik fara saman í þetta, Porsas með allan tíman í heiminum til að gera eitthvað við þetta, fyrir undir Úsik, nær hann komið fram hjá öðrum, já, Vadim núna aftastur, það er bara skot, Vatti gerir vel, hann er góður í þessu, hann er góður í ones, en er hann góður í þrís? Þú veist, hann er búinn að skora 2 sjálfsmörk núna þetta tímabil, en það skiptir ekki máli, eina sem skiptir máli er hvort þú vinnur eða tapar. Smári í loftinu fær annað flippið, Porsas með skotið, núna Krypto, óþægilegur, Daxi með annað skot, það er í bakvegginn, en Úsik er mættur þarna, Smári núna nær þessu fyrir, Dusty eru alltaf núna búin að vera að fara 2 og 2 saman í hennar bolta. Úsik reynir að leysa alla pressu á Dusty mennina. Núna Porsas niður á Smára, Smári upp hliðavegginn, nær hann að gera eitthvað við þetta, hann er með flippið, bolti núna á Daxa sem gerir vel í að komast til hliðar, það er Porsas upp í loftið á móti 2, hann með flippið og Smári með skotið. Það gerðist þarna, ég sá þetta ekki alveg frá sjónarhorninu, sjáum þetta hérna, Porsas í loftið, hann fær flippið en samt ekki og þeir klemma hann saman held ég. Og núna 1-0 Stjarnan, þetta gæti verið að gerast, flott kick-off fyrir Dusty, núna upp í lofti, Krypto kemst ekki fram hjá Daxa og Úsik reynir að finna Vadim á miðjunni en aðeins svo aftarlega fyrir sendinguna. Núna Vatti með klemmuna, nær hann að fylgja þessu, hann nær skotinu, Smári kemur í veg fyrir að Daxi í hotinu sínu, sendir á Smára, Smári á Daxa og það er skoti, Krypto, er þetta frábær spil hérna sem að Stjarnan er að sína. Porsas mætir þessu en Vadim sendir bara á Daxa sem að sendir á Úsik sem að gerir vel í að fylgja boltanum með hana Smári inn á miðju á Porsa sem situr út af hliðavegginu sjálfa sig, Daxi á miðjunni, núna Daxi í loftinu, er einhver upp á mótunum, Krypto rólegur á bakvegnum, gerir þetta vel, kemst fram hjá Smára og núna 3 á móti 1, Krypto flippar of hátt en getur Vadim nýtt þetta, það er fast skot, Úsik hittir fram hjá Vadim núna annað skot en Smári situr út í hotni, Krypto heldur pressunni áfram, núna Úsik með skotið, það er í slána og Krypto að framhjá líka, Smári núna nær ekki framhjá og pressan ennþá á Stjörnunni. Núna Krypto verður að verja, gerir þetta vel, situr þetta í hotni hjá sér. Smári situr þetta í hotni, nær hann sendingu niður á Daxa, já en það var aðeins of fast. Núna Porsas af hliðavegnum, hann feikar flippið, hættulegu bolti, það er vá, skemmtilegu foss þarna en núna boltinn að detta í hendunar á Daxa sem reynir að finna Porsas á hliðinni. Skemmtileg 50, það er allt opið. Smári getur að klára þetta, hann klárar þetta. 2-0 Stjarnan, 2 mínútur 14 sekúndur eftir. Vá, boltinn ætlaði svo ekki inn hjá Dusty og þeim er refsað. Smári, allt opið hjá Dusty og núna eru Dusty svo sannarlega komnir á bakfætunar. Ég reyna að finna einhver svör núna fyrir Stjörnunni. Úsik fær boltan í hendurna, sendir hann á Krypto, sendingin er fyrir, núna stöngin út þarna, Smári tvísmellan til að leysa pressuna. Vadim
inn á Úsík upp í lofti, Porsas 1 til varnar á móti 3, nær hann að gera þetta, já, Vatiman núna reynir að finna Krypto í hornið, Daxi og Smári fara saman í þetta, Vatiman núna með stórt tækifæri, niður og Úsík, nær ekki að klára þetta, Porsas fyrir til, núna skyndisóknin aftur frá stjörnunni, tortingin frá Vatiman til að leysa pressuna er mikilvæg, Krypto með boltan upp í lofti á móti Daxi frábærlega gert þarna í að stoppa þetta, Vatiman hins vegar flott 50, heldur pressinu áfram, hættulegu boltinn fer fram hjá engin, Dusty Mar tilbúinn, Úsík bömbar á Daxa og Porsas með bústið Krypto hana, skemmtileg tilraun að bömba Úsík í boltan, Krypto núna nær ekki sendingunni fyrir, Porsas situr þetta, nær að leysa þetta, Úsík heldur pressinu áfram, sendingin inn á miðju á Krypto og Vatiman, Smári frábærlega varið, núna Úsík með frábær skot, Daxi verður þetta út, hvar er Krypto? Þannig hann, það er sláinn út, Vatiman nær hann að halda þessu fyrir fram að markið, já, boltinn lekur hérna fyrir fram að markið hjá stjörnunni, Smári einhvern veginn nær að leysa þetta, markið er lokað hjá stjörnunni, Krypto núna niður á liðsfélag Úsík og aðeins og framlega Daxi núna, Vatiman er aftastur, setur þetta í bakvegginn, núna Krypto, full boost, Porsas smá boost, nær ekki bömpinu á Krypto, Daxi frábærlega gert á bakveggnum, Úsík með skotið, Smári nær að klemmi þetta og drepi þetta einhvern veginn fyrir fram að markið sitt og Porsas nær ekki fram með Krypto, Úsík núna setur þetta í bakvegginn, Krypto er niður tilbúinn, Smári nær að komast í veg fyrir þetta, Vatti núna, hann fær flippið, hann fær skotið, Daxi með hreinsunna, Úsík núna aftur bara á Daxa og Daxi með hreinsunna, núna Vatti yfir á Krypto feikar þetta, Smári, það er 8 sekúndur eftir, eru stjarnan búinir að finna fyrsta sigur sinn á þessu tímabil og öllum á móti Dusty, Úsík núna seinasta tækifærið, þetta er búið, markið er lokað, sláinn inn, sláinn út, það var ekkert með Dusty þarna. Hvernig gerðu stjarnan þetta? Hvernig komist þeir upp með þetta? Við sjáum þetta hérna. Hvað er þetta mörg skot? Þetta eru 11 skot hjá Dusty mönnum og þar af eru bara 4 varin. Ég væri til í að telja, ég er svo sannarlega að fara að telja núna eftir hversu mörg skot fóru í slána eða stöngina. Það var ekkert sem að talaði með Dusty þarna og stjarnan. Hversu galinn þarf ég að vera til að spá 3-2 fyrir stjörnunni núna aðan? Það hefði enginn sagt mér að það hefði verið hægt. En, bara til hamingju stjarnan fyrir þetta og fyrir frábæran leik og sárt fyrir Dusty, menn þeir gátu svo sannarlega einhvern veginn, þú veist, þeir áttu svo mikið fleiri mörk skilið heldur þetta, en þetta var sko leikur. En ég verð svona áður við förum að skoða næsta leik bara hversu góður Smári var og hversu góður Porsas. Ég skrifaði það niður, bara Porsas og Smári, ég skrifaði bara það. Ég þarf ekki að skrifa meira út af því þið viti hvað ég er að tala um. Þið bara viti það. Bara skotnýtingin frá þessum mönnum og það var það sem, þú veist, gerðist þarna. Það var bara ákefni meets passion og þú veist, bara þessi finesse shot sem að Smári náði að finna voru rosaleg. En við skulum líta á hvað seinasti leikurinn hefur upp á að bjóða, en það er engin annar en 3-5-4 á móti Ómon. Og núna er sko mikilvægt fyrir Ómon að vinna. Líka fyrir 3-5-4 að þeir verið að halda sér í Þór og halda sér í samtalinu fyrir deildina. Þannig að þetta er einnig duga eða drepast leikur svona einhverju leiti. Ég þarf aðeins að róa mig niður eftir þetta. Ég þarf að jarðsetja mig eftir þetta. Og við skulum líta á lið 3-5-4. 3-5-4 skipa að PS, Dan, Vex og Rexer. Og þú veist, að mörgu leyti, þú veist, er þetta bara frábært. Við erum líklegast að fara að fá Dan, Rexer, PS. En síðan
hinum megin við erum við með Ómon. Ómon menn skipa af okkar bestu leikmönnum af Busy, Ómó, Vano og Krissi. Eftir upplýsingar frá Krissa núna í almenna chatinu á Discord channel okkar verður engin Ómó með í dag. Ég veit ekki hvort að þetta var einhver taktík hjá honum til að þú veist bara að fá fólk til að skipta Ómó út loksins í fantasy-liðinu og halda 3-4 á tánum. En ég ætla að segja, ef ég væri núna að fara með predictions og eitthvað þannig, ætla ég að segja 3-5-4, takk þetta. Halldór Sein tilkynning hjá Krissa, ég er ósammála, hann sagði þetta, þú veist, seinast á sunnudag. Ef þú væri að fylgjast með á channelinu og eitthvað þannig, þá væri líka Ómó búinn að segja þetta. En ég vil fá að vita hvað þið hafið að segja. Millumerki 3-5-4 eins og vanlega, millumerki Ómon, endilega kjósi, ég vil sjá hvað þið hafið að segja á meðan ég segi ykkur hérna aðeins frá þessum tveim liðum. Ég meina 3-5-4 og Ómon hafa pínu sögu, sérstaklega eins og frá stórmeistaramótinu. Þeir mætast þar í lower bracket og fara í 7 leiki þar sem Ómon tæplega vinna og þar voru þeir með, þú veist, þeir voru, það var svo tæpt, Ómó skipaði Daxa, Ómó, Vano og Stófer. Eiginlega næstu í bara sama lið og við sjáum í dag. Ómó og Vano hafa alltaf verið í þessi liði og 3-5-4 ekkert ósvipað og við sjáum það í dag. Eina breytingin hjá þeim var það að, var það ekki Krypto? Jú, að Krypto fóru út og Rexer kom inn. Þannig að ég held að 3-5-4 núna eftir þetta, líka eftir deildina, þá voru 3-5-4 deildina, þú veist, í season 7 út af, nei, season 8, þeir voru ekki í season 9 Ómon, þeir duttu niður, þá held ég að 3-5-4 núna séu bara ákveðnari í að vinna og að þeir vilji bara vinna meira. En við skulum, áður en við hendum okkur í leikinn, gaman að sjá að þið eruð hérna svona pínu sammála og bara, við skulum bara demba okkur í þetta ef að leikmenn eru tilbúnir og bara sjá hvað hefur að segja. Það er allt með okkur núna. Ef að leikmenn eru tilbúnir þá held ég að við bara keyrum í þetta. Þeir eru að hlaðast inn, fæ ég eiraðina á mér, þannig að þið haldið hins vegar Ómon sé að fara að taka þetta. Þú veist, nornin sem ég er í dag, það er ekki að fara að gerast. Og við verðum bara að sætta ykkur við það. Ég er norn í dag. Ég hef öll völd. Það er engin annar kastir en á móti mér sem að sitja eitthvað annar kastarkörs heldur en ég. Þannig að ég held að þið muni hafa rangt fyrir ykkur til sem að haldi að Ómon muni vinna. Mér langar hins vegar bara að segja að Ómon vinni ekki, bara út að Krissi er að spila. Bara svona, þú veist, smá banter á milli mér og Krissa. Já, þú veist, ekkert illa, bara upp á gamanið. Ég er með viðregna álögin, þetta er ekki í lagi, ég er svo sammála þessu. Krissi er ekki búinn að fá invite. Við skulum bara henda í stuttar auglýsingar og meðan við leysum þessi invite vandamál og meira og við verðum komin að vörmu spori eftir það með leik 3-5-4 Ómon og sjá hver tekur það. Býttu hann að skipta akrein?
núna seinasti leikur þessara leikja viku 3-5-4 á móti Ómon. Núna geta Ómonmenn komið sér í talið fyrir meiri segja, þú veist, fyrsta og annað sætið, eða eru 3-5-4 að fara að detta í, þú veist, nei, fyrirgefðu, vá, ég er alveg búinn að rugla þessu, ég er svo spenntur fyrir þessu að ég er alveg búinn að rugla þessu. 3-5-4 geta haldið í við Þórsarana í fyrsta sætið, en Ómon geta farið í spjallið þriðja sætið. Núna við fáum Dan, PS, Rexer fyrir 3-5-4, við fáum Krissa, Bissi og Vano fyrir Ómonmenn. Núna Dan með sendinguna fyrir, hættulegu bolti, Krissi poppar sig upp, núna Rexer afsakið með skoti með klemmuna. Vá, það er svo illa séð að hafa ropað þarna með þessari klemmu frá Rexer. Sjáum það hérna, skellur þessi í lofti með flippið. Hann notaði ekki einu sinni, hann þarf það ekki. Þarf ekki að fá það. Og 3-5-4 strax búinn að koma sér einu marki yfir eftir 20 sekúndar spili. Flott kick-off fyrir Ómonmenn. Sitja 3-5-4 aftur fætunar, aftur öxlana kannski. Bissi með skoti, Dan lítið búst, nær að verja þetta út. Vano upp í loftinu, missir aðeins að boltanum þarna. Krissi er aftastur og Bissi. Krissi mætir PS, kemur sér niður, það er bara beint í Vano. Bissi núna upp á Krissa. Krissi nær að poppa sig upp. Rexer á bakvegnum, kortumingin frá Dan, leysir pressu, núna sendingin niður á PS, skotið. Það var sendingin á Dan, skemmtileg tilraun hjá 3-5-4. Og núna Ómonmenn í pressu frá 3-5-4. Vano gerir vel, við höfum síðan takið þetta langt yfir, fyrir undir, einn, PS aftastur, verður þetta út til hliðar, Krissi situr þetta í hliðarvegginn, þar er Dan. Bissi núna situr þetta upp á hliðarvegginn fyrir PS bara, og hættulegu bolti. Krissi núna lítið búst á móti Rexer, það er klemman, ringulreið í liði Ómons hérna, og 2-0 undir eftir fyrsta leik, nei, vá, í fyrsta leik. Ég er ennþá námið niður eftir þennan leik Stjörnu Dusty, þannig að þau verður bara að afsaka mig og hausinn að verða pínu freðinn eftir að bara kasta svona mikið í dag. Dan núna frábært tækifæri, Vano nær ekki til hans kick-off marki frá 3-5-4, situr á 3-0 yfir. Ómonmenn kannski ekki alveg vaknaðir, ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna hjá þeim, ekki alveg að sterkasta sem við höfum séð á í byrjun leiks, en ennþá 3 mínútur og 40 sekúndur eftir. Allt getur gerst, alls ekki búið. Bissi með boltan, feikar flippið, núna skoti, Rexer vel mætti honum, Bissi aftur með boltan í hendunar og þarna finna Ómonmenn svarið og finna markið. Bissi hérna fær flippið, feikar PS, flott 50 á móti Rexer, þarf ekki búst til að skjóta, flott hnit með að air-roll til að hitta boltan með horninu á bílnum sínum og klárar þetta skot. Núna flott kick-off fyrir Ómon, flott 50 hins vegar hjá Rexer á móti Bissi, hættulegu bolti. Dan núna reyna að koma sér fyrir, en Vano feikar Dan núna ennþá betra 50 á móti 2 þarna, og núna Rexer, nei PS hreinsar þetta út. Vano skilur þetta eftir fyrir liðsfélaga, en PS fyrir til. Vá, skemmtilegu bolti hérna, Krissi situr þetta út, vel mætti honum. Núna tækifæri, Rexer er seinastur, situr þetta út til hliðar á Vano. Vano núna nær sendingunni inn á miðju og dönginu á Dan. Núna Rexer þarf að gera vel hérna í hreinsunni. Gerir það, Krissi aftastur, poppar sig upp, finnur kannski Bissi hérna. Gerir það, Bissi nærður sig ekki alveg fyrir. Krissi með tortiminguna og bumpið hjá Bissi. Þetta er hættulega, Krissi með 50 með tortiminguna líka. Dan 30 búst hérna í loftinu, feikar möstíinn og kemur sinna á miðju. Flott 50 hjá Vano og móti honum PS. Kemst hérna fram hjá Vano, Krissi poppar sig hátt upp. Núna er Dan aftastur, lítið búst, poppar sig út. Þar er Krissi, Rexer missir á boltanum. Dan hreinsar þetta, hjálpar til með hreinsunna. Bissi kemst hérna hjá PS. Rexer, 1 til varnar á móti Bissi. Núna Vano stelur þessu á fyrir Bissi. En 3-2. Þetta var ekki búið, frábærlega gert hjá Bissi hérna á jörðinni. Frábærir taktar til að komast fram hjá einu besta leikmanni í deildinni, Rexer. Og 3-2 fyrir 3-4 Ómonmenn að finna svörin hérna þegar 2 mínútur eru eftir af þessum leik.
Rexer nær ekki skotinu, Bissi missir á honum en Krissi missir líka á honum, klemman frá Vano og Bissi leysir þetta, Rexer fær boltan í hendunar og í loftið er bömpar af Vano, Bissi gerir vel, Vano núna með tækifæri með skotið, þetta virkar og þeir jafna metið núna með 2 mínútur, 1:58 eftir þessu leik og allt er jafnt aftur. Núna kick-off, Bissi gerir vel, PS, núna 1 til varnar, boltinn dettur fyrir fram að marki, Rexer poppar sér hátt upp, fær hotboostið sitt til að fylgja þessu, næri ekki tvísmellunni, PS, poppar sér bakvækinn hjá Ómon, flott hreinsun hjá Bissi, yfir á Vano, Vano niður á Bissi aftur, Bissi situr út í horni, núna Krissi mögulega með tækifæri, missir á boltanum, Vano aftastur með lítið boost, Bissi gerir vel, tekur þetta tilbaka, tekur sér tíma, fyrir mættur á mótunum, það er Dan missir á honum, feiki frá Bissi gerir vel, Rexer núna missir á honum, Krissi sendingin á Vano, bumpið á Dan, gerir það en truflar ekki Dan þarna í vörninni. Sjáum Rexer í loftinu núna, gerir vel en PS setur þetta út til hliðar í hliðarvegginn, Krissi nær hreinsunni, Vano þarf að hoppa í þetta, gera vel en núna Bissi þarf að koma Vano til bjargar, pressan er að myndast á Ómon, ná 3-4 að halda pressunni, núna Rexer reyna að koma sér fyrir Dan í bakvegginn, Bissi hreinsunna, Rexer stelur bústinu, er með 100 búst af hliðarveggnum, feikar flippir í setti, sendingin inn á miðju á Dan, Vano flott 50, Krissi núna flott 50 á móti Rexer, leysir pressuna, núna Bissi með tækifæri, reyna að koma fram með Dan, nær því ekki, Vano í loftið, sirtar upp fyrir Bissi, Bissi lítið búst, nær skotinu, í slána út, Rexer nær hreinsunna út til hliðar á sjálfan sig, Krissi núna á móti Rexer, gerir vel, hættur ekki feika sig, PS droppar sig út á Vano, flott dunk hjá PS, núna Bissi reynir að koma sér í hotni, er tortímt af PS, hættulegt núna, Krissi, hættulegt 50 upp, nær að mæta vel á móti Rexer, PS með skoti, Bissi, flott 50 á honum, út til hliðar, 10 sekundur eftir, sá sem skorar núna, hann vinnur þetta, eru að fara í gullna markið, hérna í fyrsta leiknum, Bissi gerir vel, núna boltinn, hengur í loftinu, Bissi, hreinsar þetta út, það er alltaf Bissi, ef það er einhver þá er á Bissi, Vano núna, verður þetta á línni og þeir sleppa með skrekkin, núna, sá sem skorar, vinnur þennan leik, núna Vano, flott kick-off, tekur boostið, skilur þetta eftir fyrir Krissa, sendingin fyrir PS, hreinsar þetta út á Bissi, Bissi í hliðarvegginn á Vano, Vano feikar þetta, Krissi tekur þetta af Bissi hérna pínu, hættulegt, PS núna skellur sig upp, Rexer með skemmtilega sendingartilraun, Bissi yfir á Vano, Vano flott stjórn á boltanum, kemst það fram hjá Dan, nei, Dan gerir þetta fagmannlega, Rexer af hliðarveggnum með flippið, með tíma, með tvísmelluna, Bissi, hvernig varðan þetta? Hvernig náði hann þessu? Hann verið þetta og heldur þeim í þessu, flott, torti mín þarna, gefur Vano pláss, Vano núna reynir að komast fyrir Rexer, klemman út, Bissi með tíma, ekki með boost, hins vegar feikar Rexer hana, Dan neyðist til að bakka í þennan bolta, Bissi með smá boost, með smá tíma, Dan hreinsar þetta út á Vano, Vano núna með skotið, PS hreinsunin á Krissa, Krissi poppar sér hátt upp, það er Rexer sem gerir auðvitað vel á bakveggnum, boltinn dettur í hendurna á Vano, Vano með skotið, Vano boltinn hengur fyrir fram á marki, Bissi næra skotinu, Dan verða, Rexer núna skyndisóknin fyrir 3-4, Bissi næra boltanum, nei, og PS næra nýta sér þetta að Ómon voru allir frammi, Ómon menn sem sagt, og 3-4 vinna fyrsta leik. 3-4 vel gert hjá þeim, þetta var tæpur glæpur hins vegar, sjáum það hérna, Bissi og Vano klárlega menn hjá Ómon sem er að halda þessu uppi, en Krissi með 4 vörslur, sá sem að skipti Ómo út fyrir Krissa, væri eiginlega bara hoppandi glaður held ég, en núna Rexer, PS og Dan, þrímenningarnir með 4 skot hver, það er ekkert erfitt að verja það, núna Neon, forboðna musterið fyrir gefið mig, forboðna musterið leikur 2, 3-4, búinn að vinna 1 leik og
og núna Ómon, ef þeir vilja halda sér á góðum stað í þessari viðureign, þá vilja þeir vinna núna bara eins og allir aðrir. Þeir vilja vinna og vinna og vinna, en geta þeir gert það á móti 3-5-4? Núna fáum við að vita það. Bissi, flott kick-off. Dan drífur sig tilbaka og nær að komast í veg fyrir þetta. Vano í loftinu, gerir vel hérna. PS kemst, Vano kemst fram hjá PS, þannig að Dan af bakvegginu sínum nær fram hjá Krissa. Bissi aftastur, setur þetta í horni á sér. Dan stilur bústinu þeirra. Vano framlengi þetta, en Dan þarna hvergi yfir Rexer. Nei, Krissi núna á Vano. Vano upp á Bissi kannski. Já, skotið kemur en ekki nægilega gott. Vano mistur hann eiginlega pínu hana frá sér. Dan, þetta hættulegt. Bissi mættur tilbaka, poppar sér hátt upp fyrir Vano. Vano aðeins og framlega ekki tilbúin í þetta, en skotið það inn. Stöngin út þarna. Þetta var skemmtileg klemmu tilraun sem að næstu því gekk upp. Markalaust eftir mínútu. Bissi feikar þetta fyrir Vano. Vano upp í loftið, fyrir flippið. PS lesa hann eins og opna bók. Leysir pressuna. Bissi núna poppar sig upp, hættulegt hins vegar að poppar sig svona upp. Krissi þarf að gera vel, missir á boltanu. Rexer poppar sig niður á Dan. Bissi kemur Ómon mönnum til bjargar. PS heldur pressuna áfram af hliðaveggnum. Dan fortímt af Vano. Bissi feikar þetta fyrir Vano, fyrir sjálfan sig bara. Krissi þorir ekki alveg í hennar bolta. Rexer nær ekki þessum bolta of hár og ennþá markalaust. Krissi í einhverjum vandræðum þarna af bakvegginu sínum. Núna hættulegt, en Bissi mættur til að bjarga þessu. Krissi núna kemur svo út, en boltinn einhvern veginn hengur bara á miðjunni hérna. Kannski tækifæri núna fyrir 3-4 að finna glöfu í Ómonmönnum. PS með skotið, Bissi með skotið. Dan aftastur, gerir vel núna. Flott, missir aðeins hann af boltanum til að hreinsa þetta lengra. Vano af hliðavegnum með smá tíma á móti Rexer. Flott 50. Núna Krissi reynir að koma sér niður á Bissi, missir á honum og þeir eru allir frammi. Og Vano næra tilbaka, nei! Og Ómonmenn, eins og svo oft áður sem að gerist hjá þeim, þá verða þeir þeir verða of spenntir og drífa sig í þennan bolta, og það kostaði þeim þarna. Það var enginn tilbúinn fyrir aftan Vano þarna til að verja þetta. 1-0. Dan vill kannski finna annað mark strax, koma þeim í betri stöðu 3-4. Vano fram í einum, næra bömpa Rexer. Krissi missir af honum, hættulegu bolti fyrir núna Dan með stjórn á boltanum með flikkið. Bissi næra verða út til hliðar á Krissa. Rexer með skotið. Vano verða niður á Krissa. Krissi, það pressa á Ómon. 3-4 að binda hnútinn. Bissi verða út eftir skot frá Rexer. PS af hliðavegnum með smá búst niður á Dan. Dan tekur stjórn á boltanum með flikkið. Vano verða út til hliðar, ekkert búst fyrir hann. Situr þetta á hliðavegginn. Feikið þarna hjá Rexer, gerir vel. Bissi fljótur að mæta, þetta hættulegt. Dan tilbúinn aftastur til að verja þetta. Og núna með smá tíma feikar Krissa fyrir undir hann. Reynir að finna liðsfélag á miðjunni, þar enginn. Vano núna upp á móti Rexer. Flott klemma inn á miðju. Bissi núna fossinn niður. Krissi missir af honum og enginn tilbúinn að fylgja sig hjá Ómon. Bissi núna nær 50-unni inn á hliðina. Krissi núna nær sendingu niður á Vano. Já, Rexer fyrir til og nær að koma sér út. Ómon ekki að finna neina glöfu í 3-5-4. Vano, flott klemma fyrir Ómonmenn út. En 3-4 fá þetta í hendunar. Þeir svona reyna að finna með Danana, nær því ekki. Krissi í loftinu, gerir vel, nær hann að finna liðsfélaga. Þetta fín klemma núna fyrir Bissi. Bissi bara skítur og PS búinn að hoppa í gær fyrir þennan bolta. Vano flott í loftinu, fær flippið. PS gerir svo vel eins og svo oft áður á móti leikmönnum eins og Vano að vera fyrr upp í loftið. Núna PS með skotið. Dan tilbúinn, hættulegt hjá Krissa, en það dettur í hendurinn á Vano. Rexer fljótur, hættulegu bolti. PS með klemmuna, Bissi verða einhvern veginn. Vano nær situr þetta út í horni hjá sér. Nei, sendingir bara á Dan hérna, þetta hættulegt. Núna Bissi nær einhvern veginn að verja þetta út. Vano
nær hann að fylgja boltanum hérna, já, nær einni snertingu, Rexer bara bíður og bíður og bíður og núna sendingin niður á PS með skotið, Bissi verða upp, Krissi nær hann að komast í veg fyrir Dan, já, Vano og Bissi fara saman í þetta, Krissi hins vegar tilbúin að fylgja þessu, Rexer með smá búst, með tíma, skilur þetta eftir fyrir PS með skotið, Vano missir af boltanum, Krissi þorir ekki í hennar bolta, gefur Dan tíma, Dan með skotið og klemman og þetta skal sko vera líklega seinasta markið í þessum leik. Krissi aðeins og óákveðinn þarna og það kostaði þeim markið í þetta skipti 9 sekúndur eftir 3-5-4, 2-0 yfir, kannski 3-0, nei þetta leikur ekki inn en þetta er sko svart fyrir Oman menn og boltinn núna kannski að lenda, Dan hittir í stöngina leiðilegt fyrir fantasy fólkið sem að vonaðist eftir því að Dan væri frammi eða setti Dan fram réttar sagt að hafa ekki nýtt þetta tækifæri. Sjáum hérna að þetta eru 15 skot hjá 3-4, öll pressan á Oman og 7 saves hjá Bissi og 4 frá Vano. Þetta er sko vörslu festival fyrir Oman en bara öll pressan frá 3-4 sem þið ná að mynda öll þessi skot það er það sem gerist í þessu því fleiri skot, því fleiri tækifæri, því fleiri mörk þannig leikur 3 núna 3-5-4 2-0 yfir í viðureignum Oman með 0 sigra í þessari viðureign. Ef þeir vilja halda sér í þessu, í samtalinu verða þeir að vinna núna en það er jafn mikið að duga og drepast fyrir 3-4 til að halda sér í Þórsurnum. Þannig núna Vano gerir þetta vel, núna hættulegur bolti fyrir framan Oman, markið PS nær hann tvísmelluna af hliðarveggnum, já hann nær skotinu Bissi eins og svo oft áður varnar tröllið hjá Oman. Bissi nær ekki að hreinsa þetta lengra og Krissi feikar Vano núna seinastur. Núna Rexer heldur pressunni áfram. Með flippið, feikar það á Vano, vel gert hjá honum. Núna Bissi mögulega með skottækifæri, hann nýtir þetta. Hann er sko ekki bara varnartröll heldur sóknarmaður líka. Hann nýtir öll tækifæri sem hann fær í hendur sér. Flott skot hérna hjá honum, 120 km hraði, slétt. Og Oman 1-0 yfir, 20 sekundur búnar. Geta þeir gert eitthvað í þessu? 3-5-4 menn, Dan með boltan í loftið, situr þetta á bakvegginn en Krissi gerir vel í vörninni. Rexer núna nær sendingunni niður á PS og allt er galopið hjá Oman-mönnum og 3-4 fljótir að svara. Sjáum þennan aftur, frábær sending hjá Rexer niður á PS. 1-1. Jafnt í skefjum hérna í leik 3. Vano PS frábærlega gert hann í kick-offinu. Bissi núna á móti Dan, flott 50, dettur í hendurna á Krissa. Krissi nær sendingunni fyrir, hættulegu bolti núna. Dan á Rexer, Rexer með skotið, Vano nær ekki alveg til hans og þetta gerði bara boltan hraðari, 139 km hraði. Frábær spil hjá 3-5-4, flott. Vano bara ekki nægilega fljótur til að ná þessu, jafn fljótur hann er, þá er hann ekki guð. Núna einu marki undir Oman menn. Þetta er dimmt, þetta er þungt fjall til að klífa en kannski Vano núna á móti Dan. Rexer kemur hann til bjargar, nær að hins vegar fyrir markið sitt. Bissi tekur bústi hjá þeim. Vano flott. Reyna að mynda pressu hérna. Oman menn náði ekki alveg jafn vel og 3-5-4 hafa gert við þá. Böppið næstu í komið hjá Bissi, það hefði verið mark. Kortimingar hægri, vinstri hjá báðum liðum. PS núna með tækifæri, Krissi kemst í veg fyrir það. Rexer og bara svo lengst upp, reynir að finna PS, frábærlega gert hjá PS að ná boltanum þarna. Neyðir Bissi í snertingu, Dan með skoti, Krissi ver þetta vel úti í horni hjá sér.
skilur þetta samt bara eftir fyrir Vano til að dýfa sér í þetta, ekki alveg held ég það sem hann vill gera að mínu mati. Rexer núna með Dan inn á miðju, Vano verður út til hliðar, Krissi 80 boost verður að fara í þetta, en hvar er allir? Það var enginn sem vildi fara í þetta, Dan hann í einhverjum bara flip festivali, Rexer með tækifæri núna, Vano verður út til hliðar, pressan hjá 3-4 er gífaleg núna. Bissi reynir að senda þetta á Vano sem að fékk ekki boostið og lítið boost hjá Ómon-mönnum, flott 50 og Bissi, Rexer með fast skot og það er bara engin tilbúin í að fylginguna hjá Ómon. Allir eitthvað að reyna að ná sér í boostina, við sjáum Vano, boostið og við förum í það, bara skiljanlega. Krissi var með fínt boost en hann fer tilbaka. Sjáum hérna Krissi með 100 boost, hann fer eitthvað til hliðar þarna bara. En Ómon-menn ekki alveg þeir sömu án Ómó. Bissi núna að reyna að koma sér fyrir á Vano, nærði ekki Dan fyrir til. Skotið var ekki, náði ekki skotinu á Dan, PS núna reyna að koma sér fyrir en Rexer gerir vel í torkninginu og fylgir boltanum hérna, skilur þetta eftir fyrir PS og það bara vantar alla ákefni í þetta Ómon-lið til að reyna að gera eitthvað. Vano kannski núna finnur eitthvað, tvísmelluna niður á Krissi hittir ekki á ramman, Bissi núna eins og seinast marka kongur Ómon. Sjáum það, Krissi skýtur fram hjá þarna, ég ætla að segja viljandi, hann var aldrei að fara að ná þessu á markið vel og hefði að fara að markið það hefði verið varið, þannig að hann gerir þetta stórkostlega. 3-2 en kannski bara strax finna 3-4 svar. Nei, ná því ekki. Núna Rexer frábært tækifæri og Vano einhvern veginn klára þetta. Vá. Núna Rexer gerir þetta vel, frábært tvísmella hjá honum og Vano klára þetta með ostaköku fyrir hann. Segir bara gjör svo vel, hérna, takt þetta. Fínt kick-off fyrir Ómon-menn, ekki, eða fyrir 3-4 fyrirgefðu og afsaki mig, ég ætlaði nú ekki að geispa þarna, það er að vera þungt loft hérna inn í stúdíói eftir alla þessa ákæð sem er búin að vera í dag. Og Dan hérna 5-2, þetta er að verða pínu erfitt fyrir Ómon-menn, verði ég að segja. Fínt kick-off fyrir 3-4 Ómon-menn, Dan vel varir, Rexer poppar svo upp, PS upp í loftinu. Vano reynir sendinguna á Krissa, Krissi næri ekki klemmunni inn í og þeir eru að verða pínu ráðalausir hérna Ómon-menn hvað þeir að gera en þeir finna eitthvað, finna smá von hérna. 5-3 sjáum þetta hérna, Krissi næri svo einhvern veginn 50 á móti Dan og PS aðeins á framalega. Vano nýtir sér þetta vel og nær að gera, halda smá lífi í þessu hjá Ómon-mönnum. Við erum nú búin að tala mikið Bissi í dag, hvað hann er búin að vera frábær, en hann er bara svo frábær í öllu sem hann gerir. Hann er til dæmis með af meðaltali 1,12 mörk í hverjum leik. Núna PS hins vegar nær á skotinu, nei, ekki alveg og í vörninni er Bissi svo ekki síðri, hann hefur verið með 2 saves að meðaltali í hverjum leik á þessu tímabili og meira segja hann er líkamlegur. Krissi núna með tækifæri fyrir Ómon-menn en kannski getur Bissi fundið einhverja glufu. Vano núna með skotið, Bissi nær á bömpinu, nei. Núna Krissi með tækifæri, hættilegur bolti, Dan missir á boltanum, Krissi núna ennþá betra tækifæri, missir á honum. Bissi 30 sekúndur, getur hann núna gert eitthvað á töfrunum sínum. Hann fær 1, hann fær sendingu niður á Vano, Vano flott 50, núna hvar er Krissi? Þeir verða að dýfa sér í þetta núna ef þeir vilja fá eitthvað úr þessu. En nei, núna Vano styrir til hliðar, vel gert hjá honum, les þetta. Núna reynir að finna Bissi, Bissi hættir köttað af Rexer, Krissi núna sendingin niður bara á PS sem kemur þessu fyrir og Rexer Dan með skotið en ekkert gengur upp og þetta er búið. 5-3, jafnvel 6-3 eða eitthvað, nei 5-3 fyrir 3-5-4, 3-0 sópurinn fyrir 3-5-4 núna í dag.
þú veist, Busy stóð sér rosalega vel og þú veist, þetta er svo flott hjá þeim. Busy einmitt hérna, sjáum þetta 4 vörslur, 2 mörk og þú veist, hann er með skotin líka, ég meina 2 skot, 2 mörk, nýtingin bak við þetta, Rexer, þú veist, 4 skot og 2 stóðsendingar og 3 mörk, ég meina ef þú ert ekki með Rexer frammi eins og í einhverju svona, þá veit ég ekki hvað og þú veist, Dan, 5 skot, jú, náðu bara að nýta 1, en hann er með vörslu og meira, en Rexer sem striker, það er flott, það, ef við, bara, þú veist, Ómon verða bara, þetta er ekki alveg sama lið án Ómo. Ekkert, ég meina þetta alls ekki illa á Krissa, ég held bara Ómo spila eins meira og passa eins betur með Vano, þeir standa sér rosalega vel saman Ómo og Vano, þannig að þú veist, að hafa Ómo ekki í dag var pínu leiðilegt fyrir Ómon menn, þannig ég held að það hafi verið einhverju leyti af hverju leikurinn fer svona í staðinn fyrir að við fáum inn að tæpan leik á milli 3-4 og Ómo. Ómon, ekki Ómo. En við skulum líta á hvað þetta þýðir fyrir stigatöfluna okkar, en núna eru Þórsarar með 6 stig og 3-4 einnig með 6 stig. Hins vegar er pluss mínus talan held ég vitlaus ennþá. Dusty núna með 2 stig líka, Ómon með 2 stig og Stjarnan með 2 stig, Ravík eina liðið sem að hefur ekki ennþá unnið. Stjarnan klárlega í spjallinu held ég núna fyrir 3. sætið að mínum mati, þó að tímabilið hafi byrjað dálítið illa hjá þeim, byrjuðu að fá Þór og 3-4 í heimsókn, þannig að það er ekki auðvelt neta til að brjóta, ef svo má segja. En svona mínu mati í dag þá var svo klárlega, mér langar svo mikið að segja að þú veist að Busy hafi verið bara, þú veist, maður viðurreglunar að mínu mati. Hann stóð sig svo frábærlega að ég verð bara að gefa honum það að mínu mati. En dagskrá næsta sunnudag, hvernig lítur hún út eftir að hafa skoðað þetta? Við fáum Dusty Þór, við fáum 3-5-4 Ravík og síðan fáum við Ómon á móti Stjörnunni. Þetta er svo sannarlega, Stjarnan verður svo sannarlega svo mikilvægur leikur og þetta verður svo frábært. Og síðan Dusty Þór, the iconic matchup sem að við séð svo margoft áður og það er bara núna nýlega finnst mér þar sem að Þórsarar hafa verið að vinna Dusty menn, þannig að kannski geta Dusty æft sig rosalega vel fyrir Þórsarana, maður veit ekki, kannski og það verður svo mikilvægt fyrir 3-4 Ravík, ef þeir geta tekið þannig eina leik, þá geta þær haldið sér aðeins í spjallinu og vinna síðan Stjörnuna, þá geta þær haldið sér mögulega fyrir ofan Stjörnuna, maður veit það ekki, þetta er alltaf spurning hvað ef, en mér langar bara takk ykkur fyrir daginn og fyrir þessa frábæru leikmenn og fyrir að hafa að gefa mér svör og meira og þið sem heima sitið ekki láta ykkur vanta næsta sunnudag og ef þið eru ekki komin í Discordið okkar endilega komið í Discordið, við spilum saman næstu á hverju kvöldi leikmenn, segjum og bara fólk sem hefur áhuga og er að horfa mikið endilega komið í Discordið og takk fyrir okkur, ég vil þakka öllum frábærlu styrktaraðilum okkar, Gearverk, Elko, Pringur, Red Bull, þú veist, allur þessi pakki, takk fyrir okkur og við sjáumst næsta sunnudag. Býttu hann að skipta akrein?